Hlaðvarpi. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall. Það fáum við hingað gest sem veifir okkur að kynna sér og þá getum við speglað okkur í viðkomandi sem mér sagt að sé öllum holdt. Og hingað kominn Einar Kárason, rithöfundur. Velkomin. Takk fyrir það. Komst á hækju? Já, ég búinn að vera að slást við eitthvað furðulegt bakvandamál frá því mitt sumar. En það búið að skera mig upp við því og þetta leiddi til máttleysis í fótum og svona. Þetta búið mjög leiðilegt. Ég kemst ekki í fótbolta og ekki neitt. Það skemmtilegt fyrir þá sem að fylgjast með þér á Facebook því að þú hefur verið að lesa, gefið þér svona lesskýrslur eins og sem við kalla það. Já. Ég ákvað að lesa að því ég hefði ekkert skar að gera. Vinir mínir ákvað að gefa mér nýtt sjónvarp og einhverja græjur. Ég endist svo lítið við sjónvarpið en ég sitt upp í sófa og lesa allan daginn og ég fór að lesa svona rit löng sem ég hef alltaf trassað. Eins og til dæmis ég las alla ævisögu Kristmanns Guðmundssonar, 4 bindi. Sem fólk gerir helst ekki nema fótbrotið. Nei. Og svo las ég allt dalalíf Guðrúnar frá Lundi. Ég reyndar búinn að spæni mig alveg helling af alls konar dótari. Svo fer ég í hillurnar og gái, heyrðu þetta keypti ég 1984 og hef aldrei komið í verk að lesa. Legið Tómasi Mann og hinn og þessu svona. En þetta bara gaman. Að því leyti sko. Tómas Mann náttúrulega svakalugur pái. Já, en Kristmann og Guðrún eru það ekki? Nei, en sko, það sem ég hans kannski dálítið áhugavert að svona þeirra eftirmæli eða svona það sem við vitum að er mjög lituð af mörguleiti úreltum fordómum. Svoleiðis að ég vildi nú bara skoða þetta hvernig þetta væri í raun og veru. Og mér fannst til dæmis bæði ævisaga Kristmanns og dalalíf í rauninni stórmerkilegir hlutir. Þetta er sko þetta jafnast ekki á við það albesta hvorki í íslensku bókmenntum eða heimsbókmenntum og svona bertaldið merki kannski þess að eins og með Guðrúna hún hafði ekki tíman og þjálfunina sem að kannski menn eins og Halldór Laxness eða Þórbergur höfðu. En hún er hins vegar feikilega skemmtileg í sínum mannleysingum, alveg ótrúleg. Og það er greinandi og sjáandi. Já, og það sem kom mér svolítið skemmtilega óvart er hvað hann gat verið grimm í sínum mannleysingum og hvað hann naut þess að útmála leiðinda fólk og skítæla. Og svo eru svona dálítið undarlegir og skemmtilegir fordómar hjá henni. Hún er greinilega mjög mikla fordóma gagnvart rauðhærðu fólki svo er hún náttúrulega úr fátækri sveit sjálf hún er upprunin í Fljótunum þetta er greinilega en hún hefur fordóma í garð sko fátæklingan. Þetta er þeim að kenna fátæklinni. Já, þetta er bara þau eru illa gefin illa gefin, lykta illa. Ég segi það. Ekki smekk fólk á klæði eða mat? Nei. En sumsé, þetta er, maður flýgur í gegnum þetta, sko. Þetta heldur mann alveg. Og þetta eru ólíkar, þetta er rauninni, sko, eins og svona stórir sagnabálkar sem gerast í heilu héraði. Þá skiptir aðalpersónu kannski frá einni bók til annarar. Og það eru mjög fínir hlutir þarna. Myndu vilja sjá nokkra þáttar seríur upp úr dalalífi? Já, það væri alveg þess virði, sko. Alveg þess virði. Íslenskt matador. Já. Það þurfti að gera svolítið svona nútímalega hátt. Það laga svolítið til í þessu. Það er ekki eiginlega hægt að borða þetta eða nota þetta eins og þetta kemur af skepnunni. Það finnst mér svona frekar hæpið. Það er að segja, sko, þetta má ekki verða svona í þessum síðast í bærin í dalnum stíl, sko. Ekki 20 þættir. En Kristmann, hann er þetta er svona hálfgjör varnaræði hjá honum, ekki? Jú, hann má eiginlega segja það, sko. Já, höfundur finnur til þess að hann er að stendur á jaðri og að rópa inn. Já. Og það verður oft svona, það er ekki skemmtileg staða pennans. Nei. Hún verður oft svona... Sko, þetta er náttúrulega dálítið merkilegt að, sko, það sem honum tekst er í rauninni eins og hálfgert kraftaverk. Það er að segja, sko, hann er náttúrulega bláfátækur, kornungur
einstæðingur á Íslandi, hann alin upp, hann sé að hann þekkir ekki á foreldrum sínum og svo framvegis og á engan kost á skólagöngu og bara komin í svona erfiða verkamannavinn hérna á millistríðsárunum en ákveður að í rauninni þetta er dálítið svona draumur, hinn forni draumur Íslendingsins að sigla til útlanda og verða frægt skáld og koma svo heim og náttúrulega baðaður í frægð. Og hann sem þess að 22 ára eitthvað svo leiðist, þá slæðir hann lán til þess að fara með 3. farimi á skipi til Bergen í Noregi. Og nokkrum árum síðar, eða 2-3 árum síðar, þá hann orðinn þekktur höfundur þar í landi. Og ekki nóg með það streyma frá honum bækur, þetta verða metsölubækur, hann verður virtur mjög þekktur höfundur og er líka gefin út víða heim, ekki bara Evrópu heldur líka Vestanhafs. Og í rauninni þá á hann bara það eftir að koma heim sigurvegarinn, sko, eins og Egill Skallagrímsson fara brott með víkingum, standa svo í stafni. Heldur það hafi verið hugmyndin hjá honum? Þetta er alveg örugglega sko draug, þetta er bara, þetta er kannski bara minni Íslendinga, sko. En sko, það sem gerist er að honum sko tekið að fálæti af ykkurum ástæðum og hann brynjar sig þá örugglega með svona ákveðnum hroka sem að verður til þess að hann svona einangrast álítið. Svo var reyndar eitt aldrei merkilegt, ég var nú að tala við vin minn sem stúdera mikið þessa tíma og hann sagði mér að sko, sem vita mála að svona þessar kynslóðir hvort sem það voru höfunda og ekki síst þeirra sem voru í svona bókmenntabransanum, að þær voru dálítið í amfetamíninu. Þetta þótti töfra meðal. Það er náttúrulega þessu var mokað í hermenn í seinna stríði og það var þetta að kaupa þetta í apótekum bara hérna heima. Og þessi dálítið greinilegt víða að hann hafi ánættjast þessu töluvert. Þannig að þetta er svaka stöð, þú getur sest á kvöldi og étið 2-3 amfetamíntöflur og skrifað í kannski búið með 20-30 síður morguninn. En oft er það ekki þannig að oft eru lesta síðan daginn eftir að þá kemst að því að þetta voru kannski ekki svo góðar síður. Já, sko, þetta er svolítið merkilegt að maður sér þetta víða á stílmanna þessari kynslóð. Og þetta er svona amfetamín kyrsla. Maður sér þetta til dæmis í ævisögum Hagalíns með góða höfundar. Mér fannst ég sjá þetta stundum þegar ég las Sigurð Nordal. Svo að vísu sagði mér maður sem þekkti Sigurð Nordal og þetta væri vitleysa, hann hefði ekki verið í amfetamíni, heldur að hann fengi sér kókaín, eins og fínumenniti gerðu. En svona spýtneysla, hún kyndir víst alltaf undir sko ofsóknarkennd. Og það lítar töluvert þessar bækur Christmas þó að það sé heilmikill fótur fyrir því í hinna röndina að þetta ömurlega andlega ástand sem fylgdi sem við köllum kaldarstríðsárunum að sem sé ef þú varst ekki sko með þessum armi í pólitíkinni þá varstu óvinnur og þá skipti engum máli hvað varst að skrifa. Hann var náttúrulega fyrir barðinu á þessu. Það er stundu sagt að þóttu sér paranoid þá er ekki þar með sagt að þú hefði rangt fyrir þess. Nei. En það er annað sem er í þessu sem að heimkoma hans. Ég man ekkert að vera með sagt frá því að franska landsliði kom að spila fótbolta hérna. Já. Og kom hérna inn á völlin og sá að Albert Guðmundsson var á varamannabekk nýkomið til landsins því að hann þurfti að sanna sig á Íslandi. Já. Og þá horfðu þeir að byrja í hverju eru við lentir ef Albert er á varamannabekk. Hvaða snillíkar eru þetta sem við erum inn á? Já. En það er svona dæmi, hefur oft verið talað dæmi að þetta fálæti að þóttu hafi verið meikaða í útlöndum. Já. Það var ekki þar með þetta að hafa meikaða hér. Nei, þetta er svolítið skemmtilegt með Albert vegna sem ég fekk sem krakki ævisögu Alberts eftir Jónas frá Hriflu og þetta er óvinnilegt vegna sem Jónas greinilega hefur engan áhuga á fótbolta og engan skilning en hann er að skrifa afburðamannin sem er of stór fyrir sitt samfélag því að Jónas á þessum tíma sjálfur er alveg komin út í horn sko.
og bara einfari í þinginu og enginn í rauninni tók mark á honum. Þessum manni sem í rauninni hafi verið sko stórveldi í íslenskri pólitík og bjóð til flokkakerfi og svo framvís. Svoleiðis að það svolítið gaman að þessu. Ég man að svo, ég opnaði þetta einhvern veginn seinna, þess að Ævars og Alberts og lýsingar hans á afrekum Alberts á fótboltavellinum, þetta mjög greinlega, þetta maður sem aldrei séð knattspyrnu. Ég hef last það líka upp sem barn og maður verður fyrir vonbrigði vegna þess að hann segir manni ekki einu sinni hvernig leikirnir fóru. Heldur bara þeir fóru þá í Víking í einhver aðra borg og það var gerðu góður rómur af leik þeirra. Já, ég man svo fór hann með einhverju liði til Suður-Ameríku og þar það var bara skrílmennska og villimennska og áhorfendur æptu og veinuðu og hræktu á evrópsku leikmennina þegar komin á völlinn og það í rauninni það sem sko sagan. Ekki hvernig þetta gekk alls saman. En þetta að segja að maður getur lesið þessa bók og halvu leyti Jónas að skrifa sjálf á sig. Já, tilfinningu sína gagnvart samfélaginu. Það hans erindi. Hann notar Albert sem svona afburðamannin sem að sko, þú veist, smámennin ráð ekki við að hafa og nýta sér. Þannig skrifa höfundar gjarnan, þannig eiginlega allar bækur Jesú eru raunverulega höfundinn. Koma Jesú sáralítið við. Já, ætli það ekki. Skrifa sig allir inn í hann. Já. Jú, maður hefur eflaust sko staðið sig að þessu sjálfur og það er náttúrulega að gera það allir. Að til dæmis með skáldsögur að það eru sumir höfundar sem segja sko að þetta allt, ég nota aldrei fyrirmyndir sem eru þetta bara vitleysa vegna þess að þú getur ekki búið til persónu nema vegna þess að þú þekkir fólk þó ekki verður nema sjálfa þig sko. Og út frá því þá náttúrulega reynur að átta þig á karakterinn. Kristmann þegar hann að skrifa endurminningar sinnar, hann yngri þú þegar hann að byrja. Já. Ertu ekki löngu komin á tíma með að skrifa hvað heitir þetta, skáldæfisuga? Eflaust sko, nema ég hef svo sem engan sérstakann áhuga að gera það. En Kristmann, það er svolítið merkilegt að mér finnst þetta rauninni furðulegt þegar maður áttar sig á því hvað þessir gömlu menn í barnæsku Mars voru ekkert gamlir. Ég til dæmis, ég man að ég var að lesa bók fræga Moskvuferð 1956 íslenska höfunda sem Agnar Þórðarsson skrifaði og þar Steinn Steinar, þetta 56 og þetta gamall kall. Ég held að hann hafi verið 54 ára sko, þegar hann fór þetta. Og hann var innan við 60 þegar hann dó, þá gamall maður og fyrir löngu búinn að sko skilgreina sig þannig. Samanber þetta frábæra ljóðan sem ég var lítið barn. Og svona þessir, svona menn sem að sko voru gamlir kallar, þetta var kannski rúmlega 50. 55 ára gamlir eitthvað svoleiðis, þetta var svona, þú veist, bara horfið yfir farin veg. Sem betur fer þá hafa held ég lífsskilyrði skána þannig að við erum ennþá ungir þó menn verði 70 sko. Er þetta ekki bara snúist við að þarna klæddu menn sig upp fyrir sig, verðu fyrr gamlir, af því það var kannski eftirsóknarvert að vera gamall. Það var hlustað á eldra fólk. Í dag er það alls ekki þannig eldra fólkið klæði sig niður fyrir sig. Þetta er kenning sem ég þori ekki að reyna að hrekja sko. Ég velti þessu fyrir með ömmur manns og svona. Þær voru bara komnar í peysufötin. Ég er bara upp úr fertugu held ég. Jú, amma mín sem var í móðurætt sem var dásaleg kona, ég þekkti vel, hún dó þegar ég var 9 ára, hún var ekki nema 65 ára og mér fannst hún aldrei hafa verið annað en gömul kona sko. En þetta var virðingarbúningur sko, að vera í peysufötum. Þetta er ekki það að nú hún er að stimpla sig út úr lífinu, ég held að það hef ekki verið þannig. Nei, satt. Þú verður að hlusta og margt af því sem ég hef lært dagana eru setningar frá ömmu minni. Sem komu bara innan úr helgidómnum úr peysufötunum og ég trúi þessu ennþá. Þú veit jafn lengi að gera hlutina vel og illa og alls konar. Nákvæmlega. Ég trúi ömmu mínu algjörlega. En af hverju heldur þú skrifir ekki þig
Já, Það er mjög algengt með rithöfunda og sömuleyti held ég þetta komi með aldrinum að þá fara menn að velta fyrir sér sko hvernig varði ég til? já, ég sko, þetta er nú bara eitthvað sem að hefur aldrei vakið sérstaklega áhuga minn, en þó hef ég, sko, ég hef nú gefið út 2-3 sko, bækur með svona þáttum sem byggja svona á einhverju ævisögulegu. Já. Ég skrifa til dæmis þætti kettina sem ég átti í lífinu. En kannski svona það sjálfsæfisögulegasta sem ég hef gert er nokkur langur þáttur í ferða, það var svona bók með ferðasögum sem kom út fyrir eitthvað 20 árum, heitir Hvar frómur flækist. Það er langur kafli föður minn og okkar samband sem að markeraði mig á mjög og var dálítið sérkennilegt. Og ég held að sko þar sem ég hef áhuga á að svona kannski fjalla af mínu lífi sé eitthvað sko, eitthvað þannig, svipmyndir af fólkinu í kringum mig. Svona sögur eru oft þannig, það eru svona myndir, frekar heldur svona samfelld saga, Já. Svona allavega á síðari tímum. Jú. Þá er þetta oft svona, þetta er minningin sem er að skrifa, Já. frekar heldur en skýrsla. Já, og það sem meira er að það er svo margir, við náttúrulega þekkjum það bara úr okkar bókmenntasögu, þó ekki vera með 20. aldar sögunni, að menn hafa skrifað ævisögu sína í mörgum bindum og það er undantekningarlaust fyrsta bindið langbest. Æskuna. Já, það er vegna þess að æskan eða minnið, það er í rauninu svo ljóðurænt í sjálfu sér. Þú manst ekki skipulega eins og þú sért að fylgja dagbók, svo gerði ég þetta og maður mættur þennan stað klukkan 14:25 og eitthvað svona. Heldur, þetta eru svona glampar. Og svona glampar eru eiginlega ljóðlist í sjálfu sér, sko. Og tónnin oft mjög nostalgískur og fallegur. Já. Tónnin er eiginlega efni. Efni. Eða sjónarhornið á æskuna sem oft er mjög fallegt. Þetta eru fallega bækur oft. Mjög svo. Ég man til dæmis að því ég nefndi nú Hagalín að var til heima, hann var í tölvunum metum á mínu bernskuheimili, að þar var til fyrsta bindið af sjálfsæfisögu hans. Fyrsta bindið heitir Ég veit ekki betur og er frábær lesning. Sko fyrsti hlutin, eða svona kannski þetta er 400 sinna bók, fyrstu 200 síðurnar gera meira og minna áður en hann fæðist. Þá er lýsingin á foreldrum hans og forfeðrum og sveitinans, lokinn hömrum í Arnarfirði. Og síðan koma barnæsku kaflarnir og samband við dýrin og hann er svona að læra. Og þetta er dásamleg lesning. Svo þegar fram í sækir þá man hann allt og rekur þetta allir svona skýrslukent og þetta verður allt svona jafngilt. Og þetta er til menn fleiri dæmið þetta, sko. Þetta er líka spurningu frelsi, það ekki? Þannig er hann að fjalla þá þegar það líður á ævina þá er þetta að fjalla fólk sem að geti lesið þetta og eru fleiri til vitnis og þú ert ekki eins frjáls í skáldanefinu. Ég segi það, þess vegna alfínasta ævisaga sem hefur verið skrifuð á íslensku er Dagradvöl eftir Benedikt Gröndal, sem alltaf byggist á því að hann ákvað það að það mætti enginn sjá þetta fyrir 50 árum eftir hans dag. Þá gat það sagt allt sem hún sýndist. En þeir nú fylla af alveg stórkostlega sleggjendóma. Hvað er langt síðan að lesið hana? Dagradvöl? Ég hef nú lesið hann 2 og 3, sko. Það er kannski 10 ár síðan ég las hann síðast. Og endist hún hann að því að maður lesa hann ofta á svona þegar maður er ungur. Og er svona að koma út í fullorðisheim og rólbúa sig. Algjörlega. Og þetta er eiginlega svolítið leiðbyrningu við það að maður eigi ekki að bera ómikla virðingu fyrir öllu. Já. Nei, En ég ætlaði hvernig þið þegar maður er eldri. Sko, maður nýtur, það er bara svona stíllinn og mannlýsingarnar og einhvern veginn þar sem er sagt á vondri íslensku attitútið er svo skemmtilegt í þessari bók, sko. En fólk skrifar endurminningar, að einhverju leyti þá held ég að sé þannig með þegar maður eldist að þá kemur æskan til manns. Ég er eitthvað aðeins yngri þú, en mér finnst það koma svona að ég hugsaði aldrei þetta. Ég sagði ofta að ég bara sneri fram í lífinu, ég var ekkert að hugsa þetta. En svo bara finn ég að allt í einu koma svona minningar kannski þegar maður missir foreldrana og þá er maður svona ég veit ekki hvað en það er svona æskan komin til manns. Já. Annað held ég að sé að þegar fólk horfir fram á að muni deyja og það nálgast. Já. Og
af því að einhverju furðulegan hátt þá eru við sjálfstæðar veraldir. Það sem þú ert búin að vera að hlaða og það sem þú ert búin að vera að lesa og þetta verður ekki endurtekið. Nei. Þú ert alveg einstök útgáfa af mannveru. Eina eintakið. Já, þetta verður ekki búið til aftur. Nei, og þannig að þá kemur vilji á því að skilja það eftir að einhver leiti, sko. Já. Heimsaga mín. Jú, það er þetta með hver einasti maður einstakur. Að það er stundum talað um venjulegt fólk og þú veist, okkur skrifar ekki um venjulegt fólk. Ég er búin að lifa í núna tæp 70 ár, ég hef aldrei hitt venjulega mann á ævinni. Venjulegi menn er ekki til. Og alvenjulegustu menn, þær eru kannski óvenjulegastur allra. Og ég veit að þetta var svona tíska kannski fyrir svona 50-60 árum að skrifa um þennan svona gráa, litlausa kannski skrifstofu eða embættismann sem að ekkert gerðist í lífi hans, alltaf sama rúntínum dag eftir dag. En ég meina þetta hefur enginn upplifað nema sá viðkomandi, sko. Svo þess að hann er óvenjulegur líka. Já, og er kannski ekki til, hann er höfundurinn að tróða einhverjum inn í venjulega bóksið. Já. Og hvað allt sem er óvenjulegt og eftir sittur svona skuggamynda manni. Jú. Já, en þetta með svona þetta komið til manns að þegar ég skrifaði hennan langa kafla þarna, sem heitir Leitin að Livingstone, fjallar um það þegar við feðgar fórum að reyna að útvega okkur tóbak í verkfalli opinberra starfsmanna 1984. Að það kom svona, sko, pabbi dó 85 og þá fór þetta svona dálítið að koma, sko. Og þá fer maður dálítið að hugsa, sko, það var nú margt merkilegt og einkennilegt og ég svona sá að þetta var upplagt efni í svona ferðasaga væri upplagt efni í rauninni portrett af honum sjálfur, sko. En hver var pabbinn? Hann hét Kári Gunnarsson, Vestfirðingur á ætt. Hann starfaði nú lengst af sem bílstjóri, leigubílstjóri og keyrði rútur og olíubíla og fjallabíla og svo framvegis. Og átti dálítið svona sérkennilega ævi. Hann er sem sagt miðbarn í 5 systkinahópi sem fæddist á Ísafirði. En hann er eiginlega tekinn að heiman og lendir í fóstri 4-5 ára hjá vandalausum í Dýrafirði. Og sko hann var allatíð mjög svona rótlaus maður. Og það sem meira er að hann átti alla sína ævi í svona erfiðleikum með svona andlegu hliðina. Hann barðist við geðsjúkdóma alla sína tíð. Og það er svolítið merkilegt að menn svona hafa skýrt það og það var einhvern veginn alltaf skýrt. Þetta var þetta rótleysi, hann var tekinn frá foreldri sínum og systkinum og líkaði það aldrei og tengdist ekki þessu nýja fólki sínu og var alltaf svona einn en hins vegar þá átt hann 3 albræður og minnst 2 þeirra voru allir sem ólust upp hjá foreldri sínum í venjulegu ástandi. Þeir voru líka slást í sömu eða samskonar andlega sjúkdóma. Og hvers konar sjúkdómar var það? Þunglindi eða manja? Þetta var sem sagt það sem við núna fara að kalla bípólar. Sem sagt þetta var, hann var skilgreindur sko sem manjó depressið lengst af, en síðasta skilgreiningin sem hann fekk bara sko með hann dó, að þá sögðu geðlæknar að þetta væri skítsófreni, sem að geðklofi. En þessu var haldið niðri á löngu köflum með lyfjum og svona þetta var mislæmt en var mjög erfitt þegar það var erfitt. Og hann sagt og þetta var feikilega góður maður og klár og velgefandi. Þetta eins og móður mín, en þau voru geysilega ólík. Mamma var svona algjör jaxl, alltaf með báða fætur á jörðinni. Geysilega vinnusum og passasum með allt. En hann var léttur á bárunni og þau áttu aldrei saman og þetta svona markeraði þetta aldrei. En bjuggu saman eða? Þeir bjuggu saman lengst af, sko.
og það var svona, gekk á ýmsu. Ég átti þannig séð mjög fína barnæsku. Við vorum fyrst 3 systkini og svo bættist ein systir í viðbót við þegar ég var að vera 10 ára og við ólumst upp í Hlíðunum, í Úthlíð, þar sem þau leigðu foreldrar mínir kjallaraíbúð af stórmerkilegu manni sem bjó á Efrihæðinni, hét Jón Oddsson frá Ingjaldssandi vestra, gamall skipstjóri. Og þarna vorum við sem sagt bara kjarnafjölskyldan og það var alltaf passað upp á allt. Það var sem sagt matur á réttum tíma og það var þegið að manni og svo framvegis. Og þarna átti ég köttinn minn og átti marga vini í göttunni og þetta var mörguleyti mjög fín tilvera. Nema hún var mjög lítuð af þessu að það voru svona miklir svona erfiðleikar milli þeirra hjónanna foreldrar minna. Og pabbi var svona að týna sér dálítið. Týna sér ekki hverfa eða? Jú, það gat verið allur gangur á því, sko. Og svona smá óregla sem þið vildi því og svona, sko. En þá eitthvað svona flögt í sálinn á honum, þannig að þegar þú hittir hann þá hann ekki alltaf samur, eða það þannig? Eða? Já, það var þegar hann var þegar komið svona veikindaköstin. Það var alveg ótrúlega að fylgjast með þessu, sko, að maður hitti mann sem var algjörlega boginn og niðurbrotinn og hékk einhvern veginn og gat ekki að hort frá hann í heiminn. Nokkuð dögur seinna hitti maður hann aftur og þá var hann bara venjulegur og maður sagði, vá, sakalega munur, en þá var hann á uppleið. Og svo hitti maður 30 seinna og þá átti hann alla veröldina og ríkasti maður í heimi og spreðaði í kringu sér peningum og keypti bíla og talaði hátt við menn og svo hrundi hann aftur. Þetta svona kannski mjög dæmigerð lýsing á þessum manic depressive ferli. En eitt fyrir að vera barn svona manns að það verður svona óöryggi, það sem á að vera öryggi. Pabbiðinn á að gefa þér öryggi, hann svona autoritet fyrir, kannski kemur eftir mömmunni. Mamman náttúrulega uppalega stóra autoritetið sem við óttust allir. Já. En pabbinn á að skila manni einhverju öryggi, en hann gerir það akkurat ekki. Nei, þetta sko, eftir að hyggja og við náttúrulega erum 4 systkinin og þetta náttúrulega litað okkar ævi mjög mikið, sko. Og en Þetta var bara svona tilfinningarlega að hafa óróleika. Já, það var bara barnæskan var oft geysilega erfið út af þessu. Það var mikið rifið og skellt hurðum og háaði og svo líka utan heimilisins að þá kannski ertu svona hans Kára, og þú heyrir að hann nýtur ekki svona virðingar eða sess í samfélaginu sem getur verið erfitt fyrir lítinn dreng. Já. Manstu þetta svoleiðis? Nei, sko, hann reyndar held ég að, sko, hann var mjög vel liðinn af öllum sem þekkt hann. Og það var nú frekar á hinveginn, sko, að menn voru að segja, já, hann nú svo skemmtilegur. En þetta voru sem sagt nokkuð stóra fjölskyldur í kringum mig bæði móður og föðurætt. Og þetta voru menn sem hefðu náð nokkuð langt, orðið svona virtir kallar í þjóðfélaginu með gráður og stöður og svo framvegis. En það var náttúrulega hreina línur að hann var, sko, leigubílstjórinn. Og svo sem eignaðist fátt, þau voru bara alltaf í leigukjallara lengst af barnæskunnar og svona. En á móti kom að þetta var á þeim tíma sem að í svona fjölskyldubóðum og svoleiðis þá settust kallar gjarnan að tafli. Og þar átti engin möguleika í Kára Gunnarsson. Hann var mikill og snjall skákmaður. Og maður náttúrulega fylgdist geysilegu stolti þar sem hann stóð og fylgdist með köllunum. Og hann hafði aldrei svona lagað því þegar hann var að tefla. Fyrst þóttist hann ekkert vilja vera með, sko. Og þangað til að ykkur einn var búinn að vinna alla hina og settist hann á mótunum. Og sagði, já, nú ert að fara illa með mig, sagði hann alltaf. Sko, nú, heyrðu, ekki lýs mér á það. Svo, heyrðu, prófum þetta. Og svo fórna hann biskup upp í borði og mátaði svo í næsta leik. Já, þú ert næstu búinn að fara illa með mig, sagði hann. Stóð upp og kveitti sér sígarettu og lyfti sér á hæl og tá. Ertu líkur honum?
svona í töktum að stundum talað svona invasion of the body snatchers sem að verði eins og pabbi sér svona þegar maður eldist. Ég held ekki, sko. Ég held ekki, ég myndi nú giska á að ég væri, á þess að ég pæli því sem sjálf á mig, myndi nú giska að ég væri frekar meiri í móðurættina, sem mjög stabílt fólk úr Ísafjarðardjúpi. Líka vestan. Já. Þetta allt vesturingar hvers sem litið Já. Og ef ég myndi spyrja þig, myndur þú segja að þú væri vesturingur? Já. En þú aldrei búið þar? Nei, en ég sko, náttúrulega, sérstaklega mamma skilgreindi sig algjörlega sem Ísfirðing og þar fæddist hún og ólst upp, mest elst í 8 systkinahópi, þarna á millistríðsárunum og sko, það voru 2 staðir í heiminu, það var náttúrulega heima í Reykjavík og svo fyrir vestan. Og ég, sem sagt, alveg mestum á hverju ári í barnæskunni fór vestur og var mikið þar á sumrin. Móðurfólkið þínu? Já, móðurfólkið mínu. Amma og afi bjuggu þarna í Fjarðarstræti og svo átti ég 2 móðursystur, aðra í Mjallagötunu, hinn átti í Hnífsdal. Og þetta þarna var ég mikið, sko. Og við vorum öll vestfirðingar. Það var mikið svona samheldni, þetta voru 8 systkina hópur. Og það var bara komið og hist og það var bara fyrir vestan, sko, hitt og þetta. Svoleiðis að ég, en það sé að síðan hef ég alltaf farið á hverju ári, ger ég með ferð vestur á firði bara svona til þess að, bara því að það er gott að koma ánga, dásamlegt. Það reynda allt, ég held að séu, sko, afkomendur ömmu og afa, sem hétt Einar og Sigríður og voru svona fædd nálægt aldamótunum, eða fyrir aldamótin 1900, ég held að afkomendinni sé eitthvað slægi upp í 200, en enginn á heimalengu fyrir vestan, það er svolítið merkilegt. En allir eru vestfirðingar. Ég var eins og ég held að heiti Nærvík á vesturströnd Noregs, komst þar inn, það kveiknaði í þessu þorpi að mikið af svona gömlum húsum að koma í fréttina fyrir ykkur svona 3-4 árum og þar hitti ég unga konu frá Ísafirði sem var að vinna þar sem hjúkrunarfræðingur og ég var að spurja hana einmitt það hvað verið margir fyrir vestan af hennar árgangi sem að byggja ennþá fyrir vestan. Já. Og hún sagði það eru fleiri hérna í Nærvík af vestan úr mínum árgangi heldur þar því það var annar sem var þar. Já. Það er engin eftir fyrir vestan. Nei. Þetta er svolítið svona einkenni á Vestfirðingu, það er þessi gríðarlegi fólksflótti bara alla síðustu öld. Já. Komum bara í mörgum bylgjum í bæinn og var eitthvað samheldni svolítið í bænum. Já, en allir þessi Vestfirðingar sem fluttu í burtu þeir hættu ekki að vera Vestfirðingar. Það var identitetið, sko. Það er það sem ég ætlaði að spyrja hvað er það að vera Vestfirðingur? Hvað í þér er vestfirskt? Það er náttúrulega svo allir landshlutar þeir eiga svona sitt prívat, sko, svona mont. Við erum náttúrulega öðruvísi heldur en til og með Suðurþingeyingar eða eitthvað svoleiðis. En sko, það er kannski dálítið svona ég held að flestir Vestfirðingar myndu nú sko tína til eitthvað svona þennan ákafa, svolítið svona dugnað. Og ég hef nú eina fallega minningu þetta að það var náfrændi minn sem Muggur, hann reynda var ekki náfrændi minn, hann var giftur samt móðursystur minni og Hnífsdælingur og frábær kall. Hann var með útgerð og fiskvinnslu á Vestfjörðum, rækjuvinnslu og rak hana. Og svo að einhverjum ástæðum þá sem sagt kaupir hann sér rækjuvinnslu stöð og einhver útgerð í Húnaþingi. Hvammstanga minni mig. Svo hitti ég Mugg, þá var ég búinn að þekkja frá því og var bara mann eftir mér. Já, Muggur, hvernig líst þér á þarna? Og svo þetta er furðulegt. Furðulegt að vera þarna. Þetta er eins og allt önnur þjóð í heima þarna. Og ég segi, nú hvernig þá? Og svo, já, bara mann alltaf þekkir ekkert annað að vestan en það er alltaf unnið eins og sko með þessi lífshættu. En þarna kemur maður, þetta er sveitamanna andrúmsloft og það liggur engum á og menn eru rólegheitum og það má skoða hlutina á morgun og svo framvegis. Sagði hann. Svoleiðis að ég held að sko við sem teljum okkur Vestfirðinga, við tengjum svona miklu meira við þetta
kannski svona þetta var náttúrulega ekki undirlendi þarna. Þetta var bara, menn bjuggu við sjávarsíðuna og það segir nú í bók eftir Ásgeir Jakobsson, það segir það köllum við Vestfirðingar grundir, það sem hægt að standa nokkurn veginn jafnfætis. Og þetta er náttúrulega kannski litardaldið. Sagnamennska fyrir vestan eða? Ég held að það sé nú ekki meira heldur en annars staðar. En eitthvað gorgir? Það er náttúrulega viss, það er þessi gorgir sem tilheyrir öllum héruðum landsins og öllum stöðum. Vestfirðingar er náttúrulega svo margir að maður fattar það ekki, sko. Já. Ég held að svona þar síðustu aldamóta þá hafi Vestfirðingar verið bara nálega 30% af landsmönnum. Já, hann getur stemt. Þannig að ef þeir hefðu Vestfirðingar haldið því að þá væruð þarna 70.000 manns eða eitthvað. Þannig að einhvers staðar er þetta fólk. Já, sem snemma á 20. öldinni að þá voru sko stærstu bæir landsins, það var Reykjavík með kannski 8.000 manns og svo Ísafjörður og Akureyri með svona 2.000. Og með blöð og tónlist og leikhús og menningu beinar millilandasiglingar og svo framvegis. Og ég held þetta missi svo þegar maður heyrði ég heyrði móður minna og þær systur og þau systkinin tala þetta að þau voru alin upp í stórborg, sko. Það er sér Ísafirði, ekki ykkur þorpi. Nei. Þetta heyrir maður líka á Seyðisfirði og víðar. Já. Það er svona horfna guldaldir og svo náttúrulega búið að fjalla mikið Siglufjörð sem reis upp og varð að háborg skamma hríð. Jú. Og þetta eru nokkri svona, þetta er náttúrulega svo mörg þessi sjávarkaupstaðir á landinu og þeir nokkri hafa dálítið svona svipað yfirbragð. Og þá finnst mér til með sér svo Ísafjörður, Siglufjörður, náttúrulega Akureyri, náttúrulega kannski komið tölvöld lengra, Húsavík, Seyðisfjörður. Sem voru þó með svona beint tengsl við Noreg og fleira út af hvalföngurum og síldarveiðimönnum og kom svona annar blær inn í þessa bæi. Já, og eitthvað svona gömul svona stórveldis tíð. Man finnur þetta líka á Stykkishólmi. Og danska bænum. Já. Segðu mér frá mömmuðinni. Já, hún var fædd 25. Hún hét Kamilla Einarsdóttir, næst elst af 8 systkinum. Og sem sagt, foreldrar hennar, amma og afa á Ísafirði, þetta var sko algjörlega óskólagengið alþýðu fólk, bæði nokkurn veginn munaðarlaus, ólust upp hjá vandalausum og byrja sem sagt rugla saman reitum eitthvað upp á 1920 og vegnuðu svo 8 börn þarna á milli stríðsárunum. Og náttúrulega unnu bara fyrir sér þessari venjulegu sjómennsku og verkamannavinnu og svo framvegis. Og ég nú ofta hugsa út í að seinna, sko, þetta hljótan að hafa verið miklir, þú veist, hverslega svona dugnaður var í þessu fólki, að þetta er náttúrulega kreppuárin. Og þau komu öllum sínum börnum heilbrigðum til fullorðins ára. Mamma var næst elst og var held ég alltaf foringinn í systkinahópnum eins og svona elstu systur eru kannski gjarnan. Ég man að seinna þegar ég var að tala við bræður hennar, við vorum eitthvað að plana eða eitthvað, hvað þetta að gera, þá sögður alltaf, hvað segir Milla? Þú veist, það er verið ekkert úrskurða þegar hún gerði það. Hún var ég frétti það löngu síðar að hún var svo dúks í skóla. Og þegar hún kláraði þarna gagnfræðapróf eða hvað það var í skólanum á Ísafirði, Hannibal Valdimarsson var þar skólastjóri, þá mun hann hafa komið heim til ömmu og afa í Fjarðarsætið og sagt að þessi stúlka yrði að fara að komast í frekari menntun. En það voru engir peningar til þess, sko. Það voru náttúrulega 6 yngri systkini og þetta var bara fátæktar basl. En hún var alltaf þetta sat alltaf í henni, það var alltaf lítil beiskja í henni móður minni að svona, hún var aldrei alveg sátt við sitt hlutskipti í lífinu og svo náttúrulega giftist hún þessum manni sem að þú veist, með sína erfiðleika og kallaður. Já, og sem sagt, hún var jötun eld til vinnu, móður mín, hún vann alltaf utan heimilis og sá allt heimilið og ef það voru
frístundir heima, þá var hann búinn að taka eitthvað að sér, hvort sem það var prjónaskapur eða eitthvað annað, sko. En hérna, já, Það er sárt að lifa alla ævina með tilfinningunum að maður hafi átt eitthvað skárra skilið. já, það hlýtur að vera mjög erfitt. Hlýtur að vera geysilega erfitt og þetta náttúrulega velja menn sér að einhverju leyti, sko, að vera fastið þar, en hún var hinna röndina, sko, og var hún glaðvar og skemmtileg og var mikil, hún var ágætis, hafði fínan húmor og var mikil bókmenntamanneskja. Það því að nú er að tala um Halldór Laxness núna. Að þegar ég var svona 11-12 ára eitthvað svoleiðis, þá fór ég að fá áhuga á því að hvað ég ætti að lesa eftir Halldór Laxness, og þá sagði mamma, sko, þú skalt lesa Sjálfstætt fólk og Brekkukotsannál, þetta eru langbestu bækurnar hans. Og síðan hef ég náttúrulega verið að lesa Halldór Laxness í meira en halva öld síðan og stúdera. Þetta er bara rétt. Mér finnst þetta bestu bækurnar. Þú getur ekki fellt þessa kenningu. Nei. Þetta eru bara leiðu orðarana, þá er þetta bara rétt. Já. Og hún var með alveg svona hluti og tæru og þau voru bæði, sem það var mikið af bókum sem var nú svona, held ég hafi haft mikil áhrif á mitt líf, að það var mikið af bókum hérna heima á bensku heimilinu, Hansa Hillur stórar og maður láta aldrei í þessu. Lásuðu bæði eða? Já. Pabbi til dæmis. Var rætt bókmenntir? Ekki þeirra í milli. Rættu þau lítið saman? Já, held ég. Þannig að þú hefur ekki trúað því að þau hafi elskað hvort annað. Kannski í upphafi en... Já, örugglega í upphafi, sko. En það var horfið þegar þú komst til. Já, ég svo sem þorði ekki að dæma það, sko. Það var alltaf vænt þykja, sko. Hvers konar, að þú nefndir það nokkur sinnum, þessi átök á milli fóreldrana, hvernig birtast þau? Ég þeir náttúrulega bara í rifrildi og rifrildi og hurðarskellum. Já, hurðarskellum og svífiringum og svo framvegis. Það var ekki gott fyrir börnin að... Nei, það var það ekki, sko. Þetta er það sem börnin hefði vilja síst af öllu. Já. En það, sko, það var til mig eitt af því sem að ég ákvað eftir að ég sjálfur stofna fjölskyldu á nú 4 börn að engar sérstakar reglur nema það er bannað að rífast algjörlega en Og virkar það? Það hefur virkað fínt, sko, sem betur fer og ég held að það hefur nú verið bara lykillinn að þetta er meðal annars að þetta er ákaflega velgert fólk þess að dætu mér en að því ég var að tala þetta með foreldra mína, þetta var svona að, sko, svo fann maður hins vegar til dæmis eins og þegar að pabbi tók svona veikinda köstin. Hann til dæmis, þegar ég er 14-15 ára, þá er hann næstum 1,5 ára á það sem það var kallað Strandhótel, það er að segja, geðdeild Borgarspítalans, sem að Karl Strand var yfirlæknir. Að mamma var geysilega umhyggjusöm, meðan allan tíman. Fylgdist með því að hann væri heimsóttur reglulega og verið að færa honum þetta var alltaf verið að gera eitthvað fyrir hann, sko. Svo lesa þetta var þvílítið ágætis ég held að þetta var svona gefur manni svo víst öryggi, sko. Það var umhyggja. Já. En hann hefur náttúrulega verið á einhverjum lyfjum á þessum tíma og svo kannski ennþá í dag að þá eru móta lyfin eiginlega menn allt eins og sjúkdómurinn. Maður sér oft svona talan ekki skizofreni sjúklingana, þeir bara verða eins og hliðarverkanir lyfjana. Já. Ég þegar ég hef nú svona pælt mikið í þessu síðar að þá hef ég til dæmis að ég hef talað við geðlækna og menn sem eru fróður þetta. Það er svolítið merkilegt að þegar þetta er svona hans versta tímabil í rauninni, sko. Hann er þarna 45-6 ára þegar að bara ástanda var orðið þannig að hann var lagður inn á geðdeild. Og þar náttúrulega var hann alveg kolruglaður náttúrulega af lyfjónum sem er verið að gefa, sko. Og mikið undarlegt að horfa upp á föður sinn í því ástandi. En þegar hann er búinn að vera þarna eitthvað rúmt ár, þá kom nýtt lyf til sögunar, sem er reyndar bara frumefni, litíum. Og mér er sagt að það hafi stabiliserað hann, svoleiðis að hann kom út og það kom 15 ára tímabili eitthvað svoleiðis sem hann fór ekki aftur inn á spítala.
Og ég heyrði eina mjög merkilega sögu þessu tengda. Að það var þannig að þegar hann þarna inni, að þá þar maður með honum, sæmilega virðulegu maður í þjóðfélaginu, hafði eitthvað verið í viðskiptum og kaupmennsku, sem var með þennan sama sjúkdóm, kannski mun verra stigi, að segja að var rosalega bigsvartur af þunglindi. Og hann bara láði þarna gott, þeir voru ekki herbergisfélagar tíma, þarna á Strandhótelinu. Og þetta bara maður sem að sko, hann þreif sig ekki og rakaði sig ekki og nærðist helst ekki og lá bara út af með bigsvartan svip og andlit. Og þetta var náttúrulega mjög erfitt örugglega fyrir alla í kringum hann, meðal starfsfólki og svo framvegis. En svo einn morgunin þá vaknaði hann, þetta saga sem ég heyrði, og frá manni sem var að starfa þarna, vaknaði hann einn morgunin og bara komin líf í augun á honum og hann fer á fætur og hann fer í sturtu og hann raka sig og þvær sér öllum og greiði sér og næð sér fer í almennileg föt, í skyrtu og setur á sig bindi og ermannappa og jakka og kemur fram og heilsar öllum þarna við morgunverðarborðið. Og það náttúrulega með geysilegu léttir, hann bara kominn aftur. Og hann talar það svona sæmilega frítt, þetta hafi verið svag, þetta hafi verið erfitt hjá sér, mikið séðan feginn að vera laus við þetta núna og komin upp úr þessu, borðað þarna með starfsfólkinu. Þetta var læstdeild, sko. Og svo hefur hann eitthvað orðað því að hann hafi nú ekki komist út til hússins dýr í 3 vikur og það gott að komast aðeins út og fá sér ferskt loft og það var bara opnað fyrir honum vesku og lalla aðeins út kringu spítalinn eða eitthvað. Hann tók lyftur og beint upp á 14. hæð og skutlaði sér niður úr turninu. Og það sagði mér sá sem að sagði mér þessu sögu, sagði þetta var svona 2 árum áður en að fara að nota lithium sem að sko stabiliseraði föður minn. Svoleiðis að þetta er eilíf og einkennileg stúdía. Það gerist oft þegar kemur fyrst í batinn að þá hætta á sjálfsvígum mest. Já. Þegar rofar til. Þegar rofar til, þá fá menn, þetta eins og fjölgar á vorin. Að það sagt bara, sko, vorið bara, það gefur mannum sko kraft til þess að vinna slík afreksverk eins og að kála sér, sko. En líþíum náttúrulega, fólk fór út af hælunum sem voru lokuð. Já. Og það var komu geðveikir inn í samfélagið aftur. Rétt fyrir 1960 í Ameríku og gat af sér svona alls konar hugmyndir sem við erum ennþá að glíma við og ótta okkar við að búa meðal hinna geðveiku og byrtist í Psycho og alls konar svona hugmyndum að hinni geðveiku væru komnir inn í samfélagið aftur að þeir hefðu bara verið aflokaðir og við sáum það ekki. Já. Það var sko einn af föðurbræðurum mínum, þeir voru sem sagt 4 albræðurnir, sá sem fóru vest út úr þessum andlegu sjúkdómum. Mikill geysilegur ungur efnismaður og hafði verið skóladús á Ísafirði og tók stúdentspróf og var kominn í háskólann. Hann bara hvarf inn í svona eitthvað inn í þokuheim og hann var á Kleppi og lokari deild held í 20 eitthvað ár. Og þá kom einhver lyf sem að stabilisera hann. Og hann sko átti að heita venjulegur maður síðustu 20 árin sem hann lifði en var bara komin á elliheimili í Hveragerði, svona gamalmennahæli en var náttúrulega alveg búinn að tapa af öllu lífinu, sko. Og mjög sorglegt. Mjög sorglegt, sko. Fólk væri ekki, það er gaman að lifa. Ég segi það. Það er gaman að hafa átt ævi. Já. Og það er náttúrulega, þetta finna menn ekki síst, sko, þegar þeir missa heilsun á einhvern hátt, sko. Nei, þannig að þetta var rosalegt og ég heyrði einhvern tímann að það var eins og hann hefði tapað, pabbi sagði mér sem alltaf var duglegur að heimsækja hann og þessa bræður sína þegar þeir voru í erfiðleikum. Að hann, sko, það var eins og hann hefði alveg mist úr ykkur 20-25 ár, sko. Hann áttaði sig ekki á því til dæmis, þá var pabbi þeirra löngu dáinn. En hann var að spyrja hvort að hann væri ekki að koma og hvort þetta hefði verið bíllinn hans þarna fyrir utan og eitthvað svona, sko.
Herðu, ég spyr fólk alltaf hérna hvort að þeirra mann svona eftir sér í æsku, hvort að upplifað að vera velkomið og elskað. Já, það alveg, ég get ekkert kvartað yfir slíku, sko. Þar sé að, til og með foreldrar mínir hérna, ólíksömmir voru og allt sitt, að þau voru bæði geysilega barngóð og barnelsk og hrifin af sínum. Hrifin af þér? Já, það var alveg, hérna, jafnvel langt efni fram held ég. Er það annað sem ég spyr fólk líka því að við það gaman að bera það saman, hvernig fólk mann fyrst eftir sér? Já, þarna ég í svonum erfiðleikum vegna þess að, sko, ef við erum til að tala þetta bara í nánustu fjölskyldu og svona, að þá eiga svo margir eitthvað svona mílusteina í ævinni. Þú veist, kona mín flutti þegar hún var 30 ára frá þessum stað á hinn, en hún man eftir sér á staðnum þar sem hún bjó þannig að var 30 ára. En ég var í rauninni í samskona tilveru fyrstu tæp 10 ár ævinar, bjó á sama stað og svolítið að ég, þú veist, ég náttúrulega á, sko, gerðist ekkert í þínu mannál, það var ekkert svo, það var aldrei hafís, nei, það var aldrei flutningar eða neitt, það var ekkert fært í bók hérna í 10 ár. Nei. Og þú veist, hérna, það sumt getum að tengt við, og það náttúrulega, sko, það ekki fyrstu mennsku minningar, getum að tengt við, sko, heimsögulega atburði. Að ég til dæmis var náttúrulega eins og krakkar eru geysilega upptekin af því, af afmælum, og það var náttúrulega búið að tala það að ég væri að verða 8 ára, hérna í haustið 1963 og mér fannst það vera kannski einhver mesti atburður sem það myndi gerast í veröldinni þá árið en 10 dögum áður en að fyrir 8 ára afmæli mitt þá byrjaði að gjósa í Surtsey og það bara snerist, þá gat enginn talað neitt nema Surtseyjargosið en rúmri viku seinna þá fannst mér eins og menn væri aftur að komast á þann fókus að hugsa afmæli drengsins en 2 dögum áður en ég að vera 8 ára þá var Kennedy skotinn svoleiðis að ég var alveg bara ég hvarf þarna í rústir heimsviðburðanna sko. Stóra afmæli mitt en það svona, þú veist, maður getur tengt í svona hluti en ég sem þetta hef ekki til dæmis þetta að hafa flutt ég bara man eftir mér í kjallaranum í útlíðinni og Einn viðmælanda minna sagðist munið eftir fæðingu sinni. Já, það finnst mér að skoti vel á sig vikið. Það ekki hægt að slá það út eiginlega. Nei. Nema náttúrulega þeir sem mun eftir sér í fyrra lífi. Já. En ég hérna... Herðu, pabbiðin bílstjóri. Já. Það ekki rétt munið hefur mér að pabbi Einars Más líka bílstjóri? Jú. Og pabbi Steinunnar Sigurðar líka bílstjóri? Já. Og pabbi Óla Gunn. Óla Gunn? Hefur enginn í bókmennafræðinni fattað þetta að tala bílstjóraböndin? Sko, við höfum reynt að koma þessu á kreik, þetta fólk, því að það var alltaf verið að búa til einhverja kynslóður, fyndnu kynslóður og eitthvað svona, sko. Og við við held ég öll, ég og Einar og gott við ekki Steinun höfum sko nefnt þetta stundu sko, það ætti nú að skoða þetta bókmenntatímabil hérna bílstjórabarnanna. Það ekki fengið flug? Nei, en ég, hérna Einar Már, við erum alltaf æsku vinir sko, vorum samtímis í menntaskóla og höfum alltaf haldið hópinn, að hann var nú að rifja upp daginn, það var nú texti sem að koma út eftir hann held ég, að við fórum saman til þess að vinna verkamannavinnu í Færeyjum 1977 og kynntumst þar ýmsum svona heimshorna sirklum meðal annars einum Dana sem var á ferð víða og við hétt Sören og hann svona var í slagtogi með okkur í eitthvað mánuð eitthvað svoleiðis, vinna með okkur og bjó á sjómannaheimilinu í Klagsvík og svo hittust þeir löngu seinna, Einar Már og hann og þá var Sören að rifja það upp að við hefum verið dálítið hérna svona í hans augum dálítið svona óræðir báður tveir því að þegar maður spyrja hvað við ætlum að verða þá munum við báður hafa svaraði til að kannski getum við orðið rithöfundar en ef ekki þá myndum við bara taka við leigubílnum hans pappa og reyndar hérna held ég að það svona skildleiki á milli þessara starfsgreina sko það að segja hérna, það sem föður mínum hentaði aldrei og það var ástæðan fyrir því að hann hendist langt best í þessu
var að hann þoldi ekki yfirmenn eða stimpilklukku og eitthvað svoleiðis, sko. Hann vildi ráða sig sjálfur. Já. Og svo það líka svona eins og þrælavinna að maður gæti búið til kenningu að þarna kynslóð sem er eiginlega of snemma til þess að geta komist til mennta en vill samt kannski frelsa sig frá henni botnlausu þrælavinnu. Já. Og þá það skárra að vera bílstjóri og keyra, þú sitandi í vinnunni og sjálfsins herra. Já. Og kannski smitast þetta eitthvað inn á heimili ykkar. Ég svona ef einhver bókmyndafræðingur nemi að hlusta. Það sé hægt að búa til eitthvað þráður þessu. Já. Nei, hann lærði mjólkurfræði fyrir stríð í Danmörku, kom heim með þessari frægu Esjuferð frá Petsamo hérna 1940 og þegar ég man fyrst eftir mig þá var hann að vinna í mjólkurstöðinni sem mjólkurfræðingur en það bara átti alls ekki við hann, sko. Það mæti stimpilklukka klukkan 8 og það einhver yfirmenn og einhver regla og svona svoleiðis að hann hætti því bara og fór fyrst að harka hjá Steindóri og keypti sér svo sem eiginlegu bíl og það naut hann sín. Hann réði sínum tíma En áttu þú erfitt með að hafa yfirmenn? Ég held það. Ég held það sé ein á ástæðan fyrir því að ég hef ílenst í því starfi að vera sem sagt að fást að skrifa að hitt hefðu aldrei ég held bara, sko, að rétt eins og með hann, sko, þá henta mér bara einhvern veginn svona mínu sinnislægi, sko, að ráða mínum tíma sjálfur. En þú faðirinn var veikur. Já. Og ekki með ekki hægt að kalla þetta ekki með svona fulla foreldra getu. Nei. Svona hóla í þér, svona einhver föðurleysi í þér? Nei, held ég ekki. Þannig að þú hafðir hann sem svona þú heldur að hans sess í þínu lífi sem svipað og hjá Ég gisk á það, sko. Það var alltaf geysilega kært á milli okkar, sko, og mikil væntumþykja og svo framvegis. Hann bjó nú hjá mér síðustu árin sem hann lifði. Það að segja að þau voru flutt í sundur foreldrar mínir og hann var í miklu reiðileysi og svona erfiðleikum, svoleiðis að við tókum hann bara inn á heimilið. Og það gat verið gengið á ýmsu. En hann var til dæmis geysilegu vinur, sko, dætra minna og kötturinn minn dýrkaðan og svo framvegis. Svoleiðis að ég held ekki að það sé að því leyti, sko, segja þetta var litað á alls konar erfiðleikum eins og kannski líf allra á einhvern hátt en hins vegar þá fann maður aldrei fyrir annað en að maður svona nýti öryggis sem að fylgir því að manns nánustu þótti vænt mann, sko, og vildi mann alltið besta. Og pabbi mér sé að á síðustu árum þá laðist hann í að lesa bækurnar mínar og var geysilega ánægður sem kom mér svolítið á óvart. Ég veit ekki, það bara ánægð með sinn. Já. En hann hafði ekki lesið það jafnóðum? Held ég ekki. Nei, ég held að þau hefðu nú ekki haft mikla trú á þessu hvorugt foreldrar minna þegar ég var að þau vildu, sko, ég yrði eitthvað merkilegt. Ég segi að eini sonurinn í systkinahópnum. Þetta er svona svo kynslóð, sko, sonurinn á að verða eitthvað merkilegt. Sem bara læknir og lögfræðingur og prestur. Já, einmitt. Læknir og lögfræðingur, kannski verkfræðingur eitthvað svoleiðis. Og það var alltaf talað um það að ég færi það. Og til og með móðir mín var alveg hörð á því þegar ég byrjaði menntaskóla, ég færi stærðfræðideild. Vegna þess að, sko, það svona leiðin í þá áttina. Svo var hún mjög undrandi þegar og áhyggjufull yfir því að ég ætla að fara að læra eitthvað sem hét almenn bókmenntasaga í háskólanum. Því að hún var að spyrja, býtu, hvað ætlar þá að verða? Og maður ætlaði svo mikið að verða neitt og maður var ekkert að segja fólki það, maður lókaði þess að verða rithöfundur eitthvað slíkt. Því það er stór biti svona. Já, svo kláraði ég ekki, sko, þessa bókmenntasögu sem henni fannst líka dálítið erfitt. Hún sagði, sko, það hefði nú aldrei verið þótt merkilegir menn sem eru eilíðarstúdentar. Svoleiðis að ég segi það nú alltaf, ég sé eilíðarstúdent, sko. Það er að segja að ég var búið með svona 2/3 af BA-námi. Það gæti verið að þú myndi klára það eitthvað tíma. Já, en pabbi... Háskólar er þetta fullur að fólki á bara á þínum aldri, held ég. Ég held það, já. Sagnfræðin víst árið þannig að það... Jú.
En það er svolítið merkilegt, já, móðir mín hafði, sem svo held ég hún hafi svona ákveðið að afbera það þegar ég var að gefa út fyrstu bækurnar mínar. Hann verið að fá að prófa þetta, drengurinn, svo hlýt ég komast á eitthvað réttan kjöl. Eins og oft gerist, það er náttúrulega margir gefa út eitthvað, eina, tvær ljóðabækur eða eina skáldsögu og svo fara þeir bara í verkfræðina eða eitthvað. Nákvæmlega, ég held að hún hafi verið að vonast til þess. En pabbi hins vegar, hann var nú svona, hann sagði oft við mig, sko, já, þetta gengur ágætlega hjá þér, vinur. Nú þarf þú bara að taka meira prófið og þá get ég að fara að keyra mótornum. Þá hefur við sem sagt, þá er bara líf mitt komið á fastan grundvöll, sko. Og ég man að einhvern tímann, það var eitt árið, þá gekk mér einhvern veginn allt í hæginn, gott ef ekki að vera frumsýna kvikmyndin þarna djöflægin og ég fekk einhver bókmenntaverðlaun og það var að koma þýðingar erlendir svona. Og pabbi var að segja, já, heyrðu, helviti gengur vel hjá vinur. Sko, nú þarf þú bara að klára meira prófið, þú ert gaman að með alveg þetta allt á hreint. En í morgun að þá fekk ég mig kaffi og drakk það svona út á stétt eins og bóndi. Já. Var að horfa á haustið, taka laufin af trjánum móti og fylgjast með túristunum að koma upp og gisti heimilið. Og þá kemur þú á einhverju voðalega skrýtnu bíl. Það er svona, ameríski bílar orðnir svo furðulegir, þeir líta bara út eins og svona japanski bílar með rosalega mikið af botoxið, eitthvað svona aðeins svona, það er alltaf aðeins og stórt og einhvern veginn. Já. En er þetta eitthvað frá pabbaðinum að keyra og hvað var þetta, Chrysler? Ja, þetta er Chrysler, sko, ég náttúrulega tók hann arf mjög kyrfilegur föðurætt, sko, einhvers konar bíladellu. Pabbi var sem sagt bílamaður alla sína tíð. Og þetta er bíladella það sem er með svona, þú myndir ekki keyra á kóreansku bíl. Það er vísu heilmikið til í því, sko, En sko pabbi hann, eins og ég segi, hann var hjá þessum stjúpforeldrum sínum en ég held að hann bara flutt burt frá þeim þegar hann var eitthvað 15 ára og fór þá í Selfoss bara að vinna fyrir sér og ég held að hann hafi bara lært á bíl þegar hann var 15 ára og keyrði það bara vörubíl held ég 15 ára, sko, eitt ár eitthvað svoleiðis og þetta var alltaf hans. Og seinna mér þá gerðist hann geysilega mikill Mercedes-Benz maður eins og margir leigubílstjórar og og hann til með sem þú segir þetta með kóreska bílinn að sko honum fannst það vera bílar svo var til eitthvað annað ég man að mamma eignaðist bíl þegar ég er eitthvað svona 16-17 ára eitthvað svona þetta var svona japanskur Daihatsu Charade minnum við og hún var ánægð með þetta nokkuð nýr bíl og svona og pabbi var náttúrulega hrósa sem við fórum út að skoða nýja bílinn hennar mömmu þarna sem við byggum og hann svo, já, þetta er bara askoti fínt, segir hann svo þegar hún heyrir ekki til þá segir hann við mig það má örugglega skælast á þessu svona út í búð þetta var svona döðun og ekki meira svo var ég var á hásetti á fraktara var að koma til landsins í Keflavík á Eldvíkinni þetta var á kvöldi, held ég, föstudagskvöldi og rútur farnar í bæinn og ég segði að það var bara laus allra mála hann í bíli svo ég hringi pabba hvort hann nenni ekki að renna eftir með til Keflavíkur og sem hann taldi nú aldrei eftir sér skuttlaði mér hversi ég vildi fara og svona og hann sé nú ber illu í veiði eina minn því að bensín hans Linda Riffils hann bilaði, er á verkstæði og hann er að keyra á móti mér núna, þá keyrði pabbi 8 til 8 og hinn tók við þannig að hann var bíllaus og ég segi, heyrðu, er ekki bíll hennar mömmu hann heima Fiatina, hvað þetta var og þá svona, heyrði ég hann að andaði alveg svona stressaður í síman og sagði svo, heldur þú að það sé hægt að keyra allavega til Keflavíkur og svoleiðis helvíti svoleiðis að ég hef Tókstu þú rúturna í bæinn það? Einhvern veginn rettaði ég mig sko, hvort ég fór bara á puttanum sko. En hann hefði ekki viljað láta sjá sig á þessu bíl? Nei, hann bara ekki taldi þetta, ég held að hann hafi ekki talið það bara framkvæmanlegt sko, það var hægt að fara út í Vogavera og þessu eitthvað svoleiðis en í Glæsibæ. En svoleiðis að þessi... Þú hefði á amerísku bíl eða veitu pappaðinn? Já, hann reyndar var líka, hann sko, það voru þýskir og ameríski bílar, það var algjörlega hans. Hann var náttúrulega alveg upp á amerískum bílum og þegar að ég man svona fyrst eftir mér, þá var hann byrjaði að keyra hjá Steindóri
og það var þá Servalet 56 model, Já. sjálfskiptur sem var dálítið óvenjulegt. Ég frétti að seinna, sko, Steindór, hann átti alltaf eitthvað svona 50-60 bíla á flota, hann keypti bara beinskipta náttúrulega, það var ódýrara og einfaldara, en það kom hann einhver sending af CV56, einhverju 4-5 sem hann gat fengið, þess að hann fekk nokkra sjálfskipta og svo einhvern tímann var pabbi búinn að eignast nýjan Benz, þetta hefur verið sjálfsagt einhvern tímann upp úr 80 og náttúrulega geysilega ánægði með hann, alveg spónhúsan nýr úr kassanum og þarna situr kallinn og ég fekk að prófa hann og svona og þetta var dásamlegt ökutæki, Mercedes-Benz 240D og ég segi við hann, já pabbi, hvað er nú besti bíl sem þú hefur keyrt? Og mér hefast ekki verið nein spurning að það væri þessi. Þá sagði hann, því að fljótt svarafinur, það var CV56 og þá, sko, svo sagði hann mig seinna, sko, þú veist, að koma á það. Þetta var svo mikið bylting, hann var sjálfskiptur með powerstýri og vökvabremsum og svo framvegis. Frá þessum nýþungu, þú veist, kúplings, það veist, jafnvel tvíkúpla á þessum gömlu bílum og þetta var þungt í stýri og erfitt og leiðilegt. Hann allt í einu var komin nútíminn. Og svo þegar við skoðum þetta nánar og ég pældi þessu seinna, þá áttum við að sjá því að það, sko, urðu engar framfarir þannig séð í bílaframleiðslu, já, frá svona 1955-60 og bara þangað til náttúrulega þessi breyting sem verður með rafmagnsbílunum. Við til dæmis keyrðum ég og Óli Gunn, vinur minn, og fórum hann að leiðangur yfir Ameríku á Cadillac 58 módelinu. Pílagrímsferð. Og í rauninni þar allt sem í nútíma bílum var þar, sem sagt, þú veist, centralæsingar og rafmagnstillt sæti og svo þetta náttúrulega powerstýri og sjálfskipting og svo það. Það sem að cruise control. Já, það var ekki cruise control, sko. En hins vegar þá var það, var skynjari sem að hækkaði og lækkaði ljósin sjálfkrafa. Eða komið ljós á móti á nóttunni. Ég held að þetta væri hálfgerð draugagangur, sko. Þegar maður er að keyra bílinn, þá komið myrkur og allt í einu fer hann í lágljósin. Og þegar maður gaf að því og þarna komið ljós að það var skynjari, hann gerði þetta sjálfur. Þetta hefur ekki síður bílum síðan. Nei. Þegar þú komst keyrandi hérna á þessum skrýtna Chevrolet. Já, Chrysler. Chrysler fyrir ekki. Já, 300. Já, sem ameríski bílar í dag eru náttúrulega ekki svona afgerandi glæsilegir og þú voru þarna á 7. áratugnum og 7. áratugnum. Nei, ekki þegar það voru vængirnir og þetta sama, sko. Og þá voru þið svo afgerandi öðruvís aðrir, nú eru allir bílar meira minna eins, sko. Já. Og svona örlitlar og það er helst að allt sem í Ameríku aðeins svo stórt, bara eins og maturinn á diskonum á veitingastöðum, það er allt eiginlega aðeins svo stórt til þeim. Ég man að Steini í Sissinum, vinur minn sem fórum með okkur þessa ferð og mikill bílamaður og hann sagði, sko, hann hefur Cadillac og Cadillac Servalet, Buick, Pontiac, þetta eru hans bílar. Hann sagði, þessi nútíma bílar, þeir líta allir út eins og rúnstykki. Svoleiðis að ég er náttúrulega smitaður af viðþorfum svona góðra manna eins og hans. Ég var að hugsa, sko, hann er náttúrulega á svona amerísku bílum. Ég man eftir að ég satt í þetta 3 hjá Indriða G. Já. Sem er náttúrulega eldri en þú. Jú. Hann er 20-30 árum. Já, hann er svo 25 mótilið, ég er 55. Já. Hann var á Chrysler New Yorker. Já, og hann kendi mér eiginlega að keyra ameríska drossju. Já. Hann sagði, þú ert að keyra þetta svo flugmóðurskip. Þú ert að taka svona djúpar beygjurnar inn. Þannig þú ert ekki þú ert að keyra þetta, þú ert að hafa allt aflið, en ekki nota það. Nákvæmlega. Og hann er að þeirri kynslóð sem að trúði því að allt frá Ameríku væri betra og ég var alveg viss að hann átti í Westinghouse ískap heima þessu og flera. Og svo þegar þú kemur hann inn og þá segir ég Einar, hann er náttúrulega svona. Hann er bara svona forn. Hann er á kynslóð Indriða G. Já, ég veit þetta með Chrysler New Yorker vegna þess að þeir voru góði vinir, hann og móðurbróður minn, Bragi Eden í Hveragerði. Og Bragi skrifaði minningagrein um Indriða. Þeir sko drukku saman kaffi á morgnana, þetta var svona einhver intelligensi hann í Hveragerði sem hittist í Eden, í kaffi á morgnana og hann lýsti því í minningagreininni hvað hefði alltaf verið tignalegt að sjá Indriða að koma á Chrysler New Yorker og leggja fyrir utan.
í þessari svona djúpu beygju. Já. Svo erum við fínir vinir í og Arnaldur sonur hans Já, og getum oft rifjað upp svona bíladellusögur úr okkar ranni. en þetta er svolítið Já, kalladót. algjörlega. Og þú ert svolítið svona, ég veit ekki hvað að segja, svolítið svona kallakall. Þú skrifar kalla, það er skaman að skrifa kalla. Já. Svona hetjurnar þínar eru svona Það er frekar svolítið stór, svona kallar sem er aðeins númer og stórir einhvern veginn. Jú, það er alveg rétt. Þetta er náttúrulega kannski að einhverju leyti að maður svona auðveldara fyrir mann að nálgast eða skilja, sko. Já. Og sko, ég veit að núna til dæmis þá er stundum horft á bækur, sko, hvort það sé mikill kynjahalli hjá persónunum. Það er talið, hvað eru margir í kyninu og Já, hvað já. konurnar segja, hvort að konur tannir saman í myndum. Og ég Það er margar myndir eftir kallaða sem að konurnar tala aldrei saman, þeir tala bara við kalla eða þegja. En það er alveg hreina línur að það er að fara að rannsaka svona margt af því sem ég hef skrifað, að þá er þetta geysilegu kynjahalli. En þá hef ég mér til afsökunar, til þess að ég skrifaði nú 4 bækur sko, baráttuna á Sturlungaöld og það var náttúrulega kallaheimur, sko. Ég skrifaði til dæmis eina bóka sem gerist á óveðri og togar á Nýfundnarsmiðum og það voru bara kallar borð. Ég gat ekki þar að Erfitt að ljúga konum á gæðin. Já, svo lesa já. En ef maður myndi fara yfir höfundaverki, þá fjallar þetta hetjuna. Já, náttúrulega, það er til í dæminu. Ég held ég nú bara að skrifa einn mann sem ég upplýði sem alvöru hetju. Já, en ég er ekki alveg að meina alveg í þeirri merkingu. Heldur svona hvernig við erum í lífinu, sko, og það sem er vilji okkar og heimsins og það sem klessist saman. Jú, það er alveg rétt. Það er svona vettvangur hetjunar að beygja undir sig heiminn og falla vegna þess að það tekst ekki. Já, það er alveg rétt. Þetta er nú... Er þetta ekki svona... Jú, þetta er náttúrulega mjög ríkt minni kannski í íslensku bókmenntajöfnum, sko. Grettir Ásmundarson og Egill Skallagrímsson og svo framvegis. Að þetta er náttúrulega okkar svona prótótýpur, sko. Og ég hef alltaf verið mjög upptekinn af þessum heimi. En það hefur aldrei verið sko sjálfstætt markmið. Það er kannski söguefnin sem koma til mín og ekki áhuga minn eru gjarnan þá eitthvað þessu tegi. Ég til þess að gefa bók núna. Já. Og hún fjallar bara ungan Vestfirðing, sko. Mann sem fer til sjós með amerískum lúðuveiðurum. Og hún er náttúrulega algjörlega í þessum anda. Það er eina aðalpersóna og honum er fylgt. Þetta var svolítið merkilegu tími. Þetta er sem sagt það gerðist upp úr 1880 þá birtist mikill floti af stórum amerískum seglskipum fyrir utan Vestfirði. Og voru komin þar á lúðumið. Flotin var frá Gloucester í Massachusetts. Og þeir hefðu verið að veiða lúðu bara við Ameríku og svo fært sér lengra vegna þess að lúðan er langlíf og endurnýja sér hægt. Þannig að miðin klárast. Þeir hefðu síðast klárað mið við Grænland. En það fóru að stunda í Vestfjarða mið. Og lúðuflotin birti sem sagt við Sjóndeildarhringsson einhvern tímann kannski lok maí og var sem sagt á Vestfjarða miðum fram á haust. Þeir söltuðu lúðuna á borð og það var geysi verðmætu farmur. Kom ekki í landa? Jú, þeir gerðu sér bækistöð á Þingeyri, sem sagt, og komust þar í kontakt og einn aðal þeirra kontaktmaður á Þingeyri var langafi minn í föðurætti, Jóhannes Ólafsson og hans kona Helga. Og þau sem sagt eignuðust son á þessum tíma. Foringi hét Andrew Mackenzie, var á Gloucester í Massachusetts. Þau eignuðust son sem er afi minn í föðurætt, pappa.
og hann skýrður í höfuð á tveimur hetjum, Gunnar á Hlíðarenda og Andrew Mackenzie, flóðafóringja frá Gloucester í Massachusetts. Afi minn hét sem Gunnar Andrew Jóhannesson. Og hann fylgdi svona þessari nafnahefð dálítið að skýra eftir Ford-köppunum. Þannig að, þú veist, sýnir hans úr Bollu og Kjartan og Lagstæl og Kári úr Njálu. En hérna, eins og ég segi í svona nokkuð svona inngangi bókarinnar, þá get ég samt ekki reynt að ljúga því að pabbi hefði haldið þessari nafnahefð og að ég hafi verið skýrður í höfuð og Einari Þambarskelfi, bókskéttu úr Heimskringlu. Ég held að bókin var ekki komin, þannig að ég kíkti aðeins á þetta og hérna, það er ekki miklar upplýsingar. Ég sá, hún er 192 síður. Hann er alltaf að skrifa eiginlega svona styttra og styttra eða. Já, þessi reyndar, ég skrifaði þarna... Þetta eru frekar að þú skrifar svona stuttarbækur. Það er misjant, en ég tók þarna tímabil, ég skrifaði 3-4, eitthvað sko sem er nær því að vera nóvelur. Það er að segja Stormfuglar og svo síðasta bókin mín sem var skákmeistaran, að hún er líka í svona stutt skáldsaga. Þessi er sem sagt eitt tæpa 200 og er svona í styttra lagi. Ég er svo með aðra í drögum sem er bara stærra efni eða svona lengri saga, sko, svo hún verður þá lengri. En það bara ræðst eftir efninu daldið, sko. En ekki í svona margar í sirpu eins og þú gerir stundum? Já, ég náttúrulega hef gert svona sirpur eins og náttúrulega djöflaðin, þetta var trílógía, sko. Og svo gerir ég 2 svona fjölskyldusögur sem voru alveg samhangandi. Svo náttúrulega það í svona í formi í skyldleika eins og þessar nóvelurnar 3. Stormfuglar og Opið haf og... Þannig það er ekki þannig að þú svona meitlir það meira eftir því sem ári líða? Það gæti verið, sko. Það er síðan mér, Ekki hrifin af svona ómiklum vaðal? Sko, því það er svolítið merkilegt að því ég hef núna bara í þessum vesinni mínu út af bakinu, ég ekki geta hreyft mig og almennilega og setið bara heim á lesið. Þá er ég að lesa mikið svona klassískar bókmenntir. Eins og ég nefndi, þú veist, Tómas Mann og Guðrún frá Lundi og svo framvegis. Og maður sér að, sko, tískan var allt of mörg orð, allt of löng samtöl og svo framvegis. Sótthitakennd, löng samtöl. Það sem að í rauninni, það sem skiptir máli hefði verið hægt að koma fyrir á sko 2 línum, þá eru þeir með sko 3 blaðsíður. Og þetta er eins og maður les þessa sko klassíkera, sko, hvort sem það er Dostojevski eða Balzac eða Dickens og svo framvegis, að þetta var dálítið svona stíllinn. Síðan náttúrulega 20. aldar stíllinn sem kemur dálítið mikið með Hemingway, það er svona mikið knappara. Þessi svo kallega harðsfaðni stíll. Og ég held að ég hafa alltaf svona haft meiri áhuga á að vera þar, sko. Eins og Indriði. Eins og Indriði með hans. Hann var náttúrulega undir miklum áhrifum, mjög greinilegum frá Hemingway. Og ég man að ég held ég hafi verið haft eftir Nóbelskaldinu sem hafi lesið einhverja bók eftir hann og hann sagt að það er merkilegt að sveitamennirnir í þessari sögu þeir tala allir saman á svipaðan hátt og leigumorðingjar gera á Manhattan. Herðu, þegar þú varst að vera 8 ára og Surtsey gaus og Kennedy var skotin. Jú. Þá er maður orðin svona, þá var alltaf mannstu eftir þér. Já. Hver, í hvaða heimi lifði Einar þá, 8 ára? Það var bara sem sagt, ég bjó eiginlega fyrst tæpu 10 árin þarna í Úthlíð, 10 í Reykjavík og það var dálítið svona minn heimur, sko. Þetta var svona baby boom tíminn, það voru sko svona cirka 4 íbúðir yfirleitt í hverju húsi. 14 hús í göttunum minnum mig. Flæddu börn út eða glugga? Já, og kannski 3-4 börn í hverju einustu íbúð, 10-12 börn í hverju einasta húsi. Bara sérstök barnaveröld sem maður gekk út í. Já, og þetta var náttúrulega svona minn heimur. Ég náttúrulega bjó þarna með foreldrum mínum og systrum og kísa
og svo var maður bara úti að leika með vinum sínum og í barnahópnum og þetta var náttúrulega mörguleiti og fínt umhverfi, gott umhverfi. Ég fór svo í Ísaksskóla sem var þetta rétt fyrir ofan, var það fyrstu 3 árin og þaðan fór ég í æfingadeild kennaraskólann sem bara, þetta var allt í 2 mínútna fjarlægð frá heimili mínu og svo voru alls konar fínheit þarna nálægt, Tónabíó var þarna og Framvöllurinn og það var stutt að fara í Austurbæjarbíó og Stjörnubíó og þetta var svolítið svona heimurinn. Þetta var, Pétur Gunnarsson skrifaði náttúrulega svona þessa tíma þó hann sé nokkrum árum eldri í punktur, komma, strik. Þetta var mikið, bara ég mann þegar maður var að heyra hann lesa upp úr þessu fyrst að þetta var svona niður götu minningana eins og sagt er sko. En þetta var þetta var ágætis tilvera sko. 63, þetta nú, já, svona 64 kemur svona Bítlatíminn. Og þá var þú nú bara 9 ára. Já, þá var ég á 9. árinu og ég í 9 ára bekk í æfingadeildinni og systur mína voru geysilega aðdáendur Bítlana og sérstaklega Paul. En og það var að koma svona Bítlarnir í bekkin minn í æfingadeildinni, en við vorum 2 sem aðheildumst Rolling Stones. Ég og Aggi nokkur, sessunutur minn og ágætur og mikill vinur og svo svona samferðamaður í lífinu. Við vorum Stonesarar og skárum okkur úr og þóttumst þeirra þvíleiti merkilegri og Það var svolítið meiri svona götustráka stemming yfir þeim. Já, þetta var svona harðara og svona. Auðvitað hlustaði maður á Bítlana og þau fannst þetta frábæri sko. En það var eitthvað svona stíllinn á Stones. Við vorum að reyna að syngja lögin, en við náttúrulega kunnum ekkert í ensku og skildum þetta ekkert. Og til dæmis eitt af fyrstu löguna þeirra sem sló í gegn, sem ég heldum upp á þarna 9 ára við Aggi. Það heitir She's Off the Hook. En við sungum þetta hástöðum Sibabe Hoop. Svo lesa. En þetta var partur líka að vera alltaf í svona smá uppreisn. Reyna að vera eitthvað öðruvísi. Sem að ég man eftir í að... Sem ríkur þáttur í þér eða? Líklega sko. Ég hef svona gaman af því að... Þegar allir fara á sveif með ykkur öðru og þá ferð þú í hináttina. Já, það svolítið gaman af því. Það er minning sem kom til mig löngu seinna og ég notaði nú reyndar í krakkabók sem ég skrifaði sem Dúa Dugnarskít. Að þegar ég var í Ísaskólanum þá var strákur í skólanum sem ég þekkti ekki neitt. Hann var held 1 eða 2 árum eldri en ég. Ég held að hann hafi búið í Pólunum og hét Agnar. Og þetta endurminningin að það einhvern veginn svona samblástur á mótunum, hann var svona stór lurkur og það stóð allir út á lóðinu og hrópuðu allir á móti Agnar og ég var, það var 20 í mér sko, það var málvöndunar pedant, það kom mjög snemma upp í mér sko, þess að ég fór að reyna að æpa á liðið, það á ekki að segja allir á móti Agnar, þá að segja allir á móti Agnari, ef hann lengi sér hlustað á það og þá lesi ég æpti, ég er með Agnar. Og þá allt í einu var samblástunum móti mér og ég þurfti að flýja undan hópnum og þetta var rosa gaman sko, skemmtilegt. Og já, það var þessi málvönduna pedant, það voru bestu vinir mínir í götunni. Að sko, þeir áttu báðu við það að stríða, þeir gátu ekki alveg sagt rétt afmælisdaginn sinn. Annar sagðist ég afmæli 8. febrúar og hinn 17. október. Og ég þurfti alltaf að vera, þú veist, frá því ég var 5 ára, sko, stríða þeir að leiðrétta þetta. Og ég hef nú reynt að venja mig að þessu síðan, sko, því að náttúrulega svona málvendunar pedantar verða mjög leiðilegir. En það var með annan af þessum, æskuvinum mínum, ég var á 10. árinu þegar ég flutti úr útlíðinni og eins og gengur þá svona, þú veist, menn tínir svona æskuvinum sínum. Og þessi sem átti afmæli 17. október, að ég svona vissi af honum, ég var ekki eins og vissum að hann myndi eftir mér að hvað ég héti eða eins og leys. Við bara vissum að hvort og svo var hann komin í eitthvað leyti sama brans á ég, tengdur bókaútgáfu. Og síðan það haustlægi fyrir mörgum árum
að það haldin eitthvað svona boð, útgefanda að starta jólabókaflóði einhvern tímann seint í október og hann kemur þessi gamli vinur minn og leiðu ég sé hann þá kemur upp í hausinn á mér 17. október ég var alltaf að reyna að leiðrétta svo fór ég að hugsa og ég leit á úrið það var 17. október þegar hann kemur þá svíf ég á hann og segi nei sælvinur, innulegt hamingju með afmælið og hann vissi ekki hvert hann ætlaði sko, hvernig í veröldinni getur þú munað þetta ég sagði það væri nú dónaskapur í mér að muna nú ekki eftir þessu eins og voru fínar veislunar sem hún Marta móðurinn hélt í útliðinni svo var hann að segja við ykkur menn þarna sem ég þekkti þessu það er undarlegir þessi skaldsagnahöfundar þeir muna allt en þetta var náttúrulega bara út af þessu sko. Herðu, en sagan á skólalóðinni þar sem að þú tekur þér stöðu já. Með þeim sem er verið að ofsækja já þetta er þetta er næstu í góðsaga þetta er mikilvægasta ákvörðun sem að nokkuð getur tekið á skólalóð já ég reyndir ekki alveg vissum að ég hafi upplifið þetta sem sko ofsóknir sem þetta náttúrulega var á sinn hátt þetta var bara einhver leikur þetta er á þessu hangir menningin já. Að einhver þekkir þessa ákvörðun annars rínur hún bara niður í eitthvað trumpisma já, það má ekki gerast Er eitthvað svona með finnsta stundum í því sem þú ert að segja og gera sem að tengir svona einhver svona réttlætis það megi ekki stíga yfir einhverja línu já, þú verður að vera réttu megin línunnar já, það er nú bara eftir hvað það er bara pakk sem að vera hrópað af Agnar já, þetta voru þetta vinnir mínir sko en og gott ef sko önnur stóra systemi var í hóknum, allir á móti Agnar þetta var einhver, ég upplifði þetta sem leik sko en ég ætla nú ekki að fara að guðma því ég sé með sko meiri réttlætiskennd heldur en gengur og gerir sko en ég hef hins vegar sko fólk er stundum að segja mig að því ég skrif eitthvað svona sem er kallað kontroversielt þetta með svo Facebook og fólk er að spyrja mig því að ég fæði mig svakalega gusur þá og margir verða búið að reiðir og svona. Þú er svolítið óheflaður á Facebook, verður það að segjast. Já, en þá er sko vinir mínir og fólki kringum að spyrja hvernig nennur þessu. Og þá þegar ég hugsa út í það, þá var það því mér finnst það nú bara frekar skemmtilegt, sko. Þú veist, svona ívikvað að vera í svona kom inn í kaffitíman og segja eitthvað stuðandi og kannski lappa svo út. Þetta er eins og þegar maður var að sjó, mér fannst alltaf miklu skemmtilegra þegar það var svolítið veður. Já. Og það var öldugangur og svona, þá leið manni betur. Eitt gat verið svona leiðigjönd. 10 ára þá ferðu úr útliðinni og hvert? Þá fluttum við inn á Háaleitisbraut í nýbyggða blokk. Og þar voru við eitthvað 5 ár og svo inn í Voga. Og ég sem sagt bjó á menntaskóla árum mínum í Vogunum og mikið af og náttúrulega það var geysilega í menntaskólanum sem ég fór í sem var sendið eftir hverfum og Voga hverfið fór í menntaskólan við Tjörnina og ég sem sagt vinahópur minn er mikið þarna úr Vogunum og síðan oft er að tala við mig og menn þykjast muna eftir mér sko sem Vogamanni en ég var það aldrei sko. Þetta er náttúrulega sterk talandu góðsagnir, það er svona Voga kynslóðin. Já, ekki vantar það. Margir ortin í það en þeir eru kannski ekki svo margir frá úr Vogunum. Nei, ég sem flytt þangað sko. Þórir úr Holtonum eða ekki? Jú, hann er þetta mikill Vogamaður sko. Hann og Einar Már og þessi svona vinir minni sko. Ég hugsa að hann myndi segist að vera hann upp í Holtonum og við bíódagar og svona þetta er ekki Vogarnir. Nei, en ég held að hann hafi verið 8-9 ára þegar hann flutti í Karfavogin sko. Og hann var sett í þessari Voga skólaklíku sko. Þú ekki eða? Ha? Þú ekki? Nei, ég var aldrei þar sko. Ég var sem sagt Þú bara hittir þetta fólki í mentó? Já, ég sem sagt er bara á 16. árinu 15-16 ára þegar ég flytt þarna inn eftir og hafði alltaf bara verið í Altamýraskóla og æfingadeildinni og svona hlýða og háaleitismaður allir mínir sko skólafélagar gegnum tíðina fram að því þeir fóru í MH en ég sem sagt er allt í einu komin inn í leið 2 Grandi Vogar á leiðinni niður í MT með þessari óyfirstíganlegu Vogaklíku sem fyllti vagnin og ég var lítill og seinþroska
og tilheyrði ekkert og þetta var svona ansi yfirþyrmandi. Það var náttúrulega spaugað með mann. Maður var svona að tróða sér inn í hvað ert þú að gera í Vogavagnanum hér. En svo náttúrulega lendir maður í bekk með þessu fólki. Þetta eru mínu bestu fínir síðan, sko. Þú ert nú Vogamaður sjálfur. Já, ég var 8 ára þegar ég kom í Vogin, ég er náttúrulega miklu yngri, sko. Já. Ekkert miklu yngri en á þeim árum, sko. Já, algjörlega. Það er náttúrulega munar öllu. Þið voru farin úr mentó þegar, ég held að Guðmundur Andri og svona hafi verið í efri bekki í mentó þegar ég var að koma í fyrsta bekki. Andri er 2 árum yngri en ég, sko, hann er 57 móti. Þannig að þið voru svona bara farin, ég man svona bara, ég man eftir Stengri Eyfjörð og Friðriki Þór svona á fótboltavellinum, man svo gaman að Friðrik vildi náttúrulega vera stroffiskitta og allt saman. En hann var alltaf með Stengri Eyfjörð með sér sem náttúrulega er ekki mikill sportisti. Nei. Hann var alltaf þarna. Já. Jú. Bara eftir því. Og svo maður bara eftir ýmsu í Vog, þetta var náttúrulega svo barnmargt hverfi. Já, ég held að Frikki hafi sagt mér það, ég hef ekki pælt í það einam ára, að þegar þeir voru í Vogaskólanum, í grunnskóla, þá hafi 1% þjóðarinnar verið í Vogaskóla. Já. Sem að það voru 2000 manns af 200.000 íbúum landsins. Svoleiðis að, og þetta var náttúrulega þetta svona babyboomið og allt saman. Sem að ég náttúrulega, en ég ólst upp svo mestuleiti í Hlíðunum og Háleiðiskverfinu. Og náttúrulega þannig sé svipað, sko. Það voru krakkar í öllum. Til dæmis þar sem ég flutti í blokkina, það voru krakkar í öllum íbúðum og öllum stöðagöngum allt í kring. Og svo var múlakampurinn við hliðina á. Og mikið samgangur, sko. Mikið af vinum okkar voru kamparar. Seinna þegar að ég fór að skrifa þarna bækur sem gerast í Braggahverfi og það náttúrulega kemur alltaf og náttúrulega sérstaklega í sambandi við það kom upp mikill rúmor að hver væri hvað og þetta væri allt saman satt og rétt og ég hef bara breytt nöfnum og svona. Og svolítið gaman að því að fólk þekkti aftur mismunandi Braggahverfi. Við sögum þessu, já, ég var bara komin heim í Camp Knox eða ég las þetta, eða ég var komin í Trípólí-kampinn. En meðan að sko mín fyrirmynd múlakampurinn, sem var þarna við, það sem svona síðumúlan. Lengi, sko, er ekki bara 70 eða eitthvað svona? Jú, við flytjum það 65 og við flytjum í burtu 71 eða áspilinu 71, þá er kampurinn svona hverfa, sko. Síðan eru þarna bara ármúlin og síðumúlin og þetta allt saman, sko. Og alveg niður á Suðurlandsbraut. Þetta hét allt saman, húsin og braggarnir hétu allir sko Suðurlandsbraut. Og því að þetta var bara kannski 4 númer að velja fyrir allt hverfið. Þá var þetta Suðurlandsbraut 104F og svo framvegis. Það var dreift á. En þarna áttum maður mikið af góðum vinum. Og það er til dæmis fyrsti kafli sem ég skrifaði í teflaðina, þar sem ég fannst ég ná mér á strik eftir að hafa verið að reyna að basla við þetta í meira en ár. Að það bara byggir á bensku minningu. Eitt vinur minn sem bjó niðri í Múlakampi, þetta Hinni, hann var að bera út vísi. Og ég fór með honum, þetta var mjög eftirminnilegur dagur, hann bar hann úti í Múlakampinn og þar í kring, sko. Og hann var svona sjarmerandi og skemmtilega náungi og það var alltaf aukablöð með vísi. Hann átti að bera út 40, fékk 45, en hann var búinn að selja 35 áður með vissum af, sko. Og fólk... Þegar maður gerir þetta, þá er maður mjög fljótur að læra hverjir eru það sem kvarta. Þannig að ef maður selur of mikið, þá bara ber maður ekki út til þeirra. Já, en þetta var komið svo að hann þurfti að hringja niður á vísi og segjast ekki að hafa fengið neinn blöð. Og ég nota bara allt þetta og þetta var sem sagt, þetta er bara kapli, 3. 4. kapli í djöflaginni. Hann algjörlega byggður á þessu, sko. Svoleiðis að maður sækir þetta svona hingað og þangað. Svo er svolítið gaman að því líka með svona fyrirmyndir. Að ég stundum að hitta menn sem segja, heyrðu frábær lýsingin á bróðum mínum í djöflaginni eða gullleginu eitthvað. Ég segi, hver var það? Já, það er sá sem þú notar Louis eða eitthvað. Og sem er bara algjörlega eitthvað sem ég skaldaði upp við sko skrifborðið. Það er aldrei heilt minnst á neina fyrirmynd. Það er náttúrulega góður skáldskapur ef það á sér einhverja rætur í
þótt að þú hefur ekki fundið rætunar, það var bara skýtur þetta rótum. Já, og auðvitað á allt sko rætur. Það er bara þannig. Herðu, en varðandi hérna því að kynslóð skiptir máli þarna, þess vegna var ég að spyrja hvað var gamall þegar Bítlandi komu? Já. Veistu, við svona aðeins og ungur til þess að hérna, til dæmis eins og þegar Pétur eða Siggi Páls að tala innkomu Bítlana, þá er það bara, þá bara opnast allar flóðgáttir himinsins og en þú ert aðeins og ungur í það. Ég held að Friðrik Þór, frekar heldur en Einar Már sem að sagði ekkert við mig, sko, sko, þú, hérna, við komum aðeins og seint í byltinguna og bönkuðum og okkur var hleypt inn, en þið komum svo eftir og bönkuðu var ekki hleypt inn. Það var svona hugmyndir þetta tímabil sem að skiptir gríðarlegu máli og kannski hérna kemur allt svolítið seinna til Íslands, þannig að kannski svona Bítla-kynslóðin hérna var kannski ekki svo stór, en kannski kynslóðin sem kemur á eftir að þá hefur hérna æskulis uppreisn 7. áratugurinn kannski meiri áhrif á ykkar kynslóð heldur en þá sem ætti að þá vera kynslóð Davíð Oddssonar eða eitthvað, sko. Já, það er náttúrulega við mistu að þessu bara eiginlega. Sú generasjón, sko, það er náttúrulega, þú veist, eins og bara þessir eins og Pétur Gunnars og Þórarinn og Steinun og svo framvegis. Þetta er svona fólk sem fætt og rétt fyrir 1950. Og þau náttúrulega kannski voru að sinnhátt en þá mótaðri af þessu vegna þess að þau sem sagt alast upp í sko öðrum tíma, annarri tísku og svo breytist þetta þegar þau eru unglingar. Við náttúrulega bara, þetta var bara músík sem maður heyrði, það var ekki til græjur heima hjá mér. En ég man eftir því að systir minn, hún hafði ekki verið elsta systir, hún hafði ekki verið 16 ára eða eitthvað. 64 eða 5 eða 15 ára afmæli, þá fekk hún lánað segulbandstæki hjá móðurbróður okkar og hann hafði tekið upp lög unga fólksins, nokkra þætti og þetta var part í músíkin, svo bara sett spólan í og ítt á start og þarna var mikið að Bítla lögunum og eins og skemmtilegu og þarna var líka Stones lög. Heart of Stone man ég komst alveg í vímiður þessu, mér fannst Stones var þetta svo flottir, sko. Þessi ameríski blues-tónn. Já, einmitt sem ég er mjög, hef aldrei losnað við að vera hrifinn af síðan, sko. Mér finnst einhver alfínasta músík og eitthvað bara sem lífir allra best. Það eru svona þessi gömlu Chicago bluesarar, John Lee Hooker og Howlin' Wolf og B.B. King og svo framvegis. Þetta er svona... Ég bölva þeim degi þegar ég fæddist. Er það ekki hann Hooker sem að syngur það í 17 mínútur? Já, gott ef ekki. Svakalegst í blús sem hefur verið búin til. Já. Það er bara ekki ljós. Nei. Hann var rosalega töffari, sko. Það er svolítið töff að hérna, sjá ekki neitt ljós en standa samt. Já. Finnast allt fyrirlitlegt. Það að vera svona cool. En þessi kynslóð, þetta skiptir svolítið máli, eða ekki, að vera af ykkur kynslóð, svipað að vera að vestan. Jú. Þú ert að þessari kynslóð. Já. En hérna, sko, ég veit ekki hvað, vegna þess að sko, seinna, eftir að ég, fyrir svona 20-30 árum, þegar það var farið að vera halda þessi hérna, gamlástags böll, svona fína fólki var í Perlunni eða einhvers staðar, en svo var 68 kynslóðin, hún hittist út á Hótel Sögu. Óttar Felix spilaði fyrir dansi. Já, hvað þau ekki. Og ykkur af vinum mínum fóru þarna. Það var alltaf mikið af vinum sem þarna voru og svona. En ég tók þetta aldrei í mál, sko. Ég var ekki þarna, sko. Þú veist, þetta er fólk sem fætt svona 6-7 árum á undan mér. Og það er náttúrulega, svo voru sko hippa kynslóðin. Þetta með að segja, hérna, önnur af eldri systur mínum, hún gerðist mikill hippi og bjó í Kristjaníu og lifði og hrærðist í þeim heimi. Og þetta var aðeins einhvern veginn undan manni. Og ég, svo sem hafði ekki heldur áhuga á þessu. Það var svona, þetta var dálítið svona hassista kynslóð. Og reyktur ekki í það? Nei, ég prófaði eftir einu sinni, sko. Ég bara fílaði það ekki. Og við sátum stundu vinnirnir og það var sérstaklega einn góðu vinur minn sem var réð fyrir íbúð í Vesturbænum þarna á háskólaárunum sem hérna fýraði upp í og svo pípan látið ganga. En hérna það var alltaf eitthvað, sko, mér fannst ég missa einhvern veginn stjórn, sko. Ég misti, ég var svo óöruggur. Það var alltaf skrítið. Ég bara beðið eftir að losna við þetta. Sem betur fyrir þá
þá ánetjaðist ég því aldrei. En þessi kynslóða, því það svona smá svona góðsugur tengdar þessu. Það náttúrulega annars, það Vogahverfið, það sem náttúrulega fólk kemur allstaðar að og svona Breiðholt síns tíma, getum við sagt það. Já. Og svo þetta náttúrulega baby-boomararnir, þannig að það er svo gríðarlega mikið af börnum. Ég held að fólk bara áttir sig ekki á því sem ungt í dag. Nei. Svona heimurinn sem að þú gekkst út í þegar þú var sagt að fara út að leika. Já. Þú gekkst náttúrulega bara inn í sko aðra Reykjavík sem var bara Reykjavík. Algjörlega. Sem var bara sjálfstæð borg. Já. Og var svo fjölmenn og öflug að hún gat staðið bara á eigin fótum. Já. Og var mjög lítið háð fullorðna heiminum. Og þetta náttúrulega bara allt í kring, sko. Þetta náttúrulega babyboomið, þetta svona kynslóðin, svona 50 til 56, eitthvað svo leiðis. Þetta voru fjölmennustu, ég held að það verið núna bara í fyrra fyrst að henni fæðist fleiri börn heldur en á þeim tíma, sko. Þegar náttúrulega voru meira en helmingi færri sem bjuggu hér. Og þetta er alveg satt að þetta voru mörguleiti mikil forréttindi að það voru krakkar út allt. Og gatan náttúrulega mjög róleg hérna útlíðin, og bílar í kannski 2-3 húsum og mjög sjaldgætt að kæmi bílar. Og fólk sem hafa áður notað í vinnu, náttúrulega margir sendir í sveit og svona. Já. En þetta líka fyrsta kynslóð sem var bara ekki notuð í vinnu, sko. Það var kannski slatta börnum, ég menna foreldrar þínir áttu 8 og 10 systkini og þau fóru bara í vinnu eða var notuð, þannig þau mátti ekki bara vera út á götu og leika sér. Nei. Þannig það eitt í þessu. Já. Annað svona hugmynd sem ég held að sé svolítið hjá Einari, svona hugmyndum að þessi 2 heimar að mætast. Það annars vegar svona gamla Ísland og þess vegna verður oft svo mikið svona táknum bítlana og sem þá rof eða kemur nýr heimur að allt í einu opnast Ísland út í heim. Já. Og sem náttúrulega tengist kannski því sem að síðar gerist. Þetta náttúrulega kynslóð af alþýðu heimilum sem að fer til mennta, sem náttúrulega líka svona. Jú. Og þá reyna mér ofta að halda að þetta sé borgin og sem að mætast sveitinni og þá skiptir svolítið máli að þessi svona leifar af öðrum heimi inn í borgunum. Já. Þannig að það eru margar svona góðsagnir sem að hlaðast í kringum sko sína kynslóð. Já, það er alveg rétt. Þessi einstakur tími í sögunni. Og þetta er náttúrulega það sem Mega sagði, þetta er fyrsta kynslóðin á mölinni, sko. Og já, eins og ég segi, þetta var mörguleiti frábæri tímar, sko. Og það var allt þetta sem að, sko, höfundar svona til dæmis að minni kynslóð og kvikmynda, eins og Frikki til dæmis, Friðrik Þór í bíódögum, götu bardagarnir og svona. Þetta var eitthvað sem maður alveg ólst upp í og tilheyrði. Og það voru, menn voru að byggja sér dúfna kofa og svo var náttúrulega 3 bíóinn og þetta. Svoleiðis að það var ekki þannig séð við neina kvarta, sko. Nei. Og þetta var líka þetta útvarpstíminn. Á sunnudögum þá sátu bara allir og hlustuðu á sunnudagskvöld með Svavari Gess eða leikritin. Og svo með þess að það sem var svo sýnt í sjónvarpinu og svona, maður fekk náttúrulega mikla menntun í gegnum Ríkisútvarpið. Já. Það ég held að ég hef verið búinn að sjá öll verk Shakespeare svona þegar ég var orðinn svona 13 ára. Já, það var konunga leikritin. Ég held ég hef sem Eisenstein þetta var tróðið bara í mann, sko. Og líka eins og í útvarpinu, klassísk músík verður mann aldrei framandi af því að þetta var bara sogaðist inn í mann. Jú. Og þetta var náttúrulega, og þetta sem var, sko, ég manna eitt árið þá sko kom Ómar Ragnarsson með rosalegu trukki með fyrstu lögin sín, Sveitaball og Botnía og Mér skemmt og allt þetta. Og þetta bara, einhvern veginn svona, það er heilt ár og heilt sumar, sko, sem er bara, leiðum maður minnist þess, þá koma þessi lög Ómars upp í hugan. Ég man að svo alltaf að gera árið eftir, þá kom fjárlaga plata með Soffíu og Önnu Siggu. Það sem var nú Komdu niður hvað hún amma og var nú vinsalast, en það var meðan slag sem heitir Sumarið í sveit. Og þetta var held ég árið eftir ég að hlusta á Ómar og þá var satt, sko,
þegar Ómar alltaf söng ekki verða kvöldin löng. Og ég held að væri að tala sumarið fyrra þegar það var Ómar alltaf syngjandi, sko. Þetta var nú reynda Ómar víst af fuglasöng og ykkur, sko. Svoleiðis að þetta er hérna, ég held reyndar að, sko, að allir tímar séu merkilegir, sko. Og þeir hafa svona sín sérkenni. Þetta náttúrulega var dálítið svona sérkenni þessa tíma og svona ævintýri sem gerast eins og til dæmis að þegar hérna var lögð hitaveita í göttuna. Það var mikið ævintýri á allan hátt, sko. Það hafði alltaf verið bara olíukynding í húsunum og þessu stóru miklu. Og svo kemur hérna flokkur af köllum með þeir sprengjuherdeildir og að því að það þurfti að sprengja upp klappir til þess að grafa þess að djúpu skurði. Og bara þetta var algjört ævintýri, sko. Að upplifa þetta. En eitt sem til í þessum tíma er hérna svona æskulýðs uppreisn og trú á því að nú sé heimurinn að breytast. Já. Og hann muni breytast. Margir trúðu því að hérna byltingi væri bara handahóðnið. Já. Og það hérna þýddi lítið kannski að verða læknir, lögfræðingur eða prestur því að heimurinn væri að umturnast. Já. Það væri bara eitthvað framundan sem væri bara eðlisólíkt öllu því sem hefði áður verið. Já, ég held... Upplifðir þú þetta? Sko, ég náttúrulega, sko, þetta var svona allt í kringum hann, sko. Og til og með svo menntaskóla árum þá voru allir sem að eitthvað vit var í og svona sem að leit upp til og gerðust geysilega róttækir. Já. Og svona mínar vínaklíkur fóru að tengjast mikið fylkingun og svona. Og þar var þetta, þú veist, þetta var bara eins og einhver sjálfsögð sannindi, sko. Það var bara byltingin var yfirvofandi og þetta. En ég held að maður hafi nú eftir á hyggja aldrei gert sér grein fyrir hvað það myndi merkja. Nema það heyrði bara allt gott og allir ætti allt saman og eitthvað svoleiðis, sko. Og maður fór að tala í alls konar bullfrösum sem að foreldrar mínir skildi ekkert í. Já, ríkið á eiga allt, reka allt og eiga allt. Og þau voru hann íbúin að kaupa sér sína fyrstu íbúð og ána með það. Hvað, ríkið, eigum við ekki að eiga íbúðana? Já, nei. Og svona, sko. En hérna, þetta var hvað misnestir. Vinir mínir eins og til Einar Már, Halldór Guðmundsson og fleiri, og svona menn sem voru eldri og klárari heldur en ég í þessu, að þeir lágu mikið í þessum fræðum. Það er að segja lásu náttúrulega Karl Marx og svona marxíska heimspeki og pælingar, trotskíisma og þetta. En ég var með þeim, hef alltaf verið með þeim ósköpum að ég næ ekki samband við neitt nema að sé ykkur söguþráður. Ég las bara sko skáldsögur. Svo þess að ég einhvern veginn kom mér aldrei inn í hennan heim. Ég bara lærði frasana. Til þess að vera svona partíhæfur. Já, til þess að vera partíhæfur, sko. Og sérstaklega kunna frasana, maður gæti að sko slegið sér upp í augum ungara stúlkna, sko. Merkilegt nokk. Já. En hérna svo gerist það nú tildulega snemma að ég sem sagt komin með fjölskyldu og lítil börn og svona, fluttið til Danmerkur. Að þá einhvern veginn var þetta búið að fljótt að veðrast í burtu. Ég bjó í þessu mjög fína danska sósíaldemokratíska samfélagi. Og sko ef maður hefði verið spurður hvað viltu skipta þessu og einhver öðru, fokka þessu upp, skólanum og leikskólanum og heilsugæslunni og ungbarnaeftirlitinu og hverju sem var, sko. Og stuðningnum. Nei, maður hefði ekki viljað það, sko. Svoleiðis að En einhverju sögðu það að væri til að fokka því upp og að sömuleyti fylgd og eftir ár þar sem að var verið að kroppa í öll þessi kerfi. Já. Við erum ennþá í því og við fórum kannski lengri danirnir. Já, vissulega, sko. Vissulega. Og það er svolítið skrítið. Svo náttúrulega, ég hafði mikinn áhuga á að lesa þessar svona þurru sko fræðigreinar. Heimspeki er eitthvað sem hefur aldrei höfðað til mín. En hins vegar ef það er söguþráður, til dæmis svona saga hlutana. Og sko saga þess vegna sósíalismans, vinstri hreyfingarnar allan heim, vinstri hreyfingarnar á Íslandi,
ég les allt sem ég kemst í það, sko. Þetta finnst mér mjög áhugavert. Já. Og margar, sko, nýlega bækur hafa ansi mikið svona breytt sýn manns. Eins og til dæmis bara Kjartan Ólafsson skrifaði mjög mikla bók um svona kommunistarhreyfinguna fyrir nokkrum árum. Og þar var mjög margt sem að opna augum hans. Guðjón Friðriksson skrifaði mjög merkilega bók um sögu Alþýðuflokksins. Þá sé maður mörguleiti hvað þetta var mikið sorgarsaga allt saman. Að til dæmis klofningur vinstrihreyfingarinnar sem verður 1930. Að menn eins og Jón Baldvinsson sem voru mjög merkilegir og mikilvægir baráttumenn fyrir ýmiss konar réttindum alþýðunnar, að þeir eru bara sko fá yfir sig holskeflur frá fyrrverandi samherjum að vera sósíalfasistar og glæpamenn. Hann djöflaðist í því og var með kommunistan á bakinu og að reyna að koma vökulögunum í gegnum þingið og íhaldið öðrum megin og svo framvegis. Og það er auðvitað eins og Kjartan dregur mjög vel upp í sinni bók. Það er margt mjög svona einhvern veginn eiginlega óskiljanlegt í þessu öllu saman. Og auðvitað sko gerðu þessi grein fyrir því menn sem lifðu og hrærðust inn í þessu, eins og bara Halldór Laxness þegar hann skrifar skáldatíma, að það er í rauninni, mér finnst í rauninni sko afreksvert kannski geta horfst í augu við sjálfan sig, sko. Frá því að hann situr og fylgist með búkarinn réttarhaldunum út í Moskvu, er í salnum, og þetta er bara glæpamaður sem á ekkert annað skil en að verða skotinn og hengdur eins og hinnir helvitis uppreisnarmennirnir. En svo þegar maður les skáldatíma þá var eins og hann hafi séð í gegnum þetta allan tíman, sko. Og svo náttúrulega voru aðrir sem að sko voru bara annarar gerðar sem bitu það í sig að þeir ættu ekki að bila. Heldur að Laxness hafi séð í gegnum þetta sem hann satt, en ákveðið að það er svona ein leiðin sem hann mætti skilja Laxness. Já. Að hann hafi sömuleyti verið háður þessu vegna þess að þetta tengdist bara ferli hans sem Já. Hann var alltaf að leita sér, hann vildi vera að leita sér að sæti vera svona næst búrinu í kaþólsku kirkjunni eða í kommunistarhreyfingunni. Já, ég held að hann var að leita móður kirkjunni, sko. Og sko þegar maður leitur, tökum þetta, sko, þá ef maður skoðar þessar sko bensku minningar hans, sérstaklega þegar hann er að byrja að skrifa, þá er hann svona líta yfir sviðið. Hann náttúrulega 15, 16, 17 er hann búinn að ákvað, hann ætla bara að vera rithöfundur í heiminum. Og það var bara einn höfundur sem, íslenskur í rauninni sem var á alþjóðlegum standard. Og það var Jón Sveinsson Nonni. Og Nonni náttúrulega naut góðs að því að hann var með kaþólsku kirkjuna, þetta allt faðmandi alheimsnet kirkjunar með sér. Og ég held að það hefði verið partur af því að hann sem sagt fer í þá átt og náttúrulega gerist nokkurs konar munkur hríð eða dvelur hann í klaustri og verður kaþólskur. En svo hef ég á tilfinningunni og ég held að sé mjög erfitt að neita því og ég hef ekki stúderað þetta jafnvel og margir aðrir að hann hafi síðan séð að þetta væri kannski ekki rétta leiðin. Það var annað alheimsbandalag sem var kannski nær að tengjast. Það gat orðið föðurland fyrir mann sem er frá allt og litlu föðurlandi til þess að lyfta sér upp. Já, og það var sem sagt hinn alþjóðlega kommunistarhreyfing, Komintern og þetta allt saman. Og ég held að það hafi verið örugglega sko partur af því hvað hann var lojal. Ég man að hann skrifaði náttúrulega þessar bækur í Austurveg og Gerska ævintýrið. Þar sem hann til dæmis, hann ferðast Úkraínu á tímum sko hungursneyðarinnar á 4. áratugnum. Sér ekkert nema bara grófandi þjóðlíf og hamingju, segir hann. En svo sagði mér ykkur, ég veit ekki hvort það er, sem að þetta var haft eftir ykkurinn sem þekkt hann. Að þetta getur vel að þetta sé ekki sönnsaga en þetta er svona, hún gæti verið það. Að þegar hann hafi komið heim og eitthvað búin að lesa Gerska ævintýrið eða þessar bækur og spyr hann var þetta allt svona, þá hafa hann nú sagt, nei, þetta er nú mörguleiti ekkert fyrirmyndað þjóðfélag. Ég til dæmis átti mjög erfitt með að finna stofur þar sem ég gat fengið manikúr og pedikúr. Sem sé, hann var ekkert að geta þess í bókunum, en ég held að það hefði nú verið eitthvað svona nær hans frumþörfum, sko, að vera fínn í tauginu
og snirtilegur. Já. Það hefur takað steypu á morgnana og kerað kvöldi. Keralög. Hann vandist á það í Kaliforníu. En þetta sem þú ert að lýsa þarna, þetta veldur því að til dæmis Hannes Hólmsteinn skrifar um hann. Hann vill einhvern veginn leysa þessa gátu Já. í pólitísku tilgangi. Jú. Einhver núna bara manni ekki í svipinn hver það var sem sagði það að vandi Laxness var það að hann var svo mikil stílisti og eins og stílistum hættir til að þá vildi að stundum trúa því að það væri satt sem væri vel stílað og þess vegna gat hann svo auðveldlega logið að sér. Ég man ekki hver það var sem kom með þessa greiningu á honum. Þetta er örugglega ekkert ósennilegt sko. Að þá sannleikurinn eiginlega svona eins og uppkvötun og ef þú tekst að meitla hann í góða setningu að þá hann fundinn. Jú. En hann getur náttúrulega verið bara lygi. Já. Og maður er aldrei að treysta góðum stílista eða góðum sögumenni, þú veist það. Já. Þeir eru lygnastir allra. Já. En náttúrulega sko það, ef sagan góð þá í sannleikur í henni fólkin sko. Þú vilt trúa því. Já. Ef að sagan nógu vel fallega sögð þá verður hún meiri heldur en sannleikurinn. Já. En þetta með stílinn sko að eins og þessi furðulega bók Gerska ævintýrið að hún frábærlega stíluð og bara skemmtilestur á köflum. Og svo merkilegt að svo skrifa hann að setna skaldatíma 30 ára setna eða eitthvað svoleiðis þetta sama og alveg að sama stílfjöri og stílsnild en náttúrulega með að gjöra ólíka sín. Það var náttúrulega stórkostlegur greinahöfundur. Já. Og ég man að maður lasa náttúrulega þegar maður var yngri að því maður trúði því að maður yrði að lesa Laxness og Íslendingasöguna bara til þess að verða gjaldgengur bara einhvers staðar í þessu samfélagi. Það verið bara inntökuskilyrði til að fóra með. En svo kannski svona snemma á 30-aldri þá las ég hann allan. Og þá var ég eiginlega hrifnari af greinunum hans, kannski að því að ég þá bara leiðin inn í blaðamennsku og eitthvað svona. Já. Og svo kannski svona seinni bókunum þegar hann svona svolítið laus undan svona þessari svona hátimbruðu uppbyggingu á einhverjum svona skáldsögum, episkum skáldsögum, sem að ég ekki svo viss hann hafi verið sérlega góður í sko, af því að þetta nú svona svolítið klandur, Íslandsklukkan bara klandur. Já. Þetta ekki reisuleg bygging. Sko, ég segi það þegar ég held svo mikið upp á Brekkukots annál sem kemur 57, 2 árum eftir að hann fekk Nóbelinn, að ég held að sko frægustu stóru episku skáldsögurnar hans, sjálfstætt tók Heimsljós, Íslandsklukkan og Salka einhverju leyti, það dálítið yfirþungi á þeim, þetta svo úthugsað að þetta á að slá í gegn. Þetta á að vera hinn stóra, mikla skáldsaga sem kemur honum á kortið, sem náttúrulega gerði það á sinn hátt. Svo hann á hátindi ferilsins og búinn að fá Nóbelsverðlaun og heimsþekktur og búinn að gera þetta allt saman, að þá finnur maður miklu meiri léttleika í Brekkukots annál. Það eru frjálsari pennin. Sko. Hann miklu frjálsari, sko. Hann þarf ekki að vera með, hann ekki með þessa byrði á bakinu, sko, að nú á að koma bókin sem að bara ríður honum sess meðal stóru skáldsagna heimsins sko. Setjast við hliðin á Dickens og Dostojevskí og þeim sko. Hann var kannski heldur ekki bestur í því sko. Hann náttúrulega eins og með skemmtilegur penni. Já. Stundum svolítið rogginn penni, finnst þið það ekki? Jú, hann náttúrulega var anskoti góður með sig. Alveg hann gat held þennan penna sinn. Maður finnur eiginlega hvað hann sjálfur ánægður með þetta og hann komið með pennan eiginlega aðeins og langt eitthvað. Já, menn getur orðið ölvaður af eigin texta, sko. Já. Það en ég staldra við Laxness af því að hann skiptir bara máli. Já. Hann svona stóri skugginn og ég meina þú ert nógu gamall til þess að hann var skuggi á þessu tíma, hann var náttúrulega ótrúlega, þú nefndir hann að Thomas Mann sem svona páfi mið-evrópskra menningar, en þegar ég var svona barn og þú hefur þá verið úlingur, þá var sko stærð Laxness í íslensku menningarheim ekkert, hún var ævintýraleg sko. Já. Hann var eins og sko, Jefrétt og Völva og hann var allt bara. Ég man bara eftir því að eins og bara á mínu bensku heimili, það sem var útvarp, og svo náttúrulega kemur sjónvarp 66, að sko hvað var, þú veist,
hvað var hátíðlegt og hvað bara það var sko þetta var stór augnablik þegar Halldór Laxness heyrðist eða sást eða sagði eitthvað og foreldrar mín þau bæði þögnuð og það var hækkað og það var hlustaðið þögn og ég meina þú veist fyrsta útsendingakvöld sjónvarpsins þá náttúrulega kemur hann og les hérna kafla upp úr Íslandsklukkunni og svo framvegis og við, sko, þegar maður hugsa tilbaka þá náttúrulega voru stórmenni á íslenska mælikvarða í þjóðfélaginu, forsetinn og forsætisráðherrann og biskupinn og eitthvað svona, en enginn þeirra var námunda við þá sól í sólkerfinu sem Halldór Laxness var, sko. Það er náttúrulega talað kynslóð kannski svona manna og kvenna sem eru fædd svona 20-30 árum eftir honum sem skugga kynslóðina ólust upp í hans skugga. Þetta var náttúrulega búið þegar ég og mín kynslóð erum að koma, sko. Og þeir náttúrulega þetta fólk sem aðeins eldra en við eins og hinn svo kallega fyndna kynslóð, sko, Steinu Sig og Pétur Gunn og Þórarin og svona. Og þau voru einhvern veginn dálítið búin að búa til, sko. Veist, nýja raddir eru nóg pláss fyrir þær, sko. En hann eftir sem áður mikil fyrirmynd þeirra sem að vilja verða rithöfundar. Hann bæði þessi einbeitni viljans og það verður að skoða ævin hans hvað hann leggur á sig til þess að ná þessu. Já. Hann náttúrulega fórnar öllu fyrir það að geta skrifað í friði. Jú. Og býr sér bara til heim þar sem hann getur gert það. Já. Hann mjög agaður og kannski kynslóðin sem á undan þér og undan finnukynslóðinni, það kannski svona óagaðara fólk sem hefur meiri trú á svona instant snilligáfu sem að gæti komið allt inn yfir þig. Já. Það líka kynslóð sem að verður svolítið illa úti í brennivíni bara. Já, það alveg rétt. Svona fyrsta kynslóðin, stóra kynslóðin á mölinni kannski skáldum. Það var náttúrulega, það var alveg... 11 kynslóðin, hún mörg þung skörð hokkin í hann að bara bakka sig. Já. Nú að komið bókum Ástu Sig til dæmis. Þetta náttúrulega alveg rosalega mikil dramatísk sorgarsaga, allt hennar umhverfi og ferill. Ég þekkti nú Þorstein frá Hammervel og vorum góðir vinir og maður getur ekki ímyndað sér hverslags hvílík sorgarsaga þetta var allt saman, sko. Svo náttúrulega er reyndar það sem markerar dálítið svona bókmenntalegt andrúmsloft þegar ég sem sagt í rauninni að reyna að finna mér minn sess, sko. Ég svona 17 ára, þá ákvað ég að fara sem sagt í þessa átt, ég myndi alltaf þess að fara að læra bókmenntasögu í háskólanum bara með þetta fyrir augum, að fara að skrifa sjálfur ef það væri hægt. Og ég náttúrulega byggði meðal annars á því að þetta var það sem hafði alltaf verið mitt, sko, bara minn ánægi í lífinu, það var að lesa bækur alveg frá því að ég var krakki og maður náttúrulega las allt sem að kom höndum yfir og reyndi að fylgjast með. Að þá var þessi sko togstreita milli módernismans og hinnar hefðbundnu skáldsögu. Og einhvern veginn var tískan hjá svona yngri fræðimönnum og spekingum að módernismin hefði bara leyst af hólmi hinnar hefðbundnu skáldsögu. Á sinn hátt eins og sko þegar Steinn Steinarr sagði að nútímaljóðið hefði bara leyst hinnar hefðbundna brag af hólmi fyrir fullt og allt. Og margir trúðu þessu. En módernismin náttúrulega gat falið í sér miklar ógöngur líka, sko. Og það var auðvitað ekki svo að þessi mörg af þessum módernísku skáldsögum bæði erlendum og íslenskum séu stórmerkilega verk að þá voru þau ekkert eitthvað endanlegt svar við svona þörf fólks fyrir sögur og örlög sem lesa og eins og ég segi, þessi sko svona fyndna kynslóðin kom dálítið með það, sko, hún kemur inn með sögun aftur, sko. Þannig að þetta var ekkert, maður var ekkert að fremja neitt föðurmál með því að byrja að skrifa. Þess að koma líka með svona aðrar
kannski svona hversdaginn inn í það, þetta svona, Já, ég veit ekki hvort að, hvað kallar þetta, svona leikmannakirkja, allir það má bara fjalla það sem áður þóttu ekki vera nógu hátimbrað til þess að vera í sögum. Já, það er náttúrulega það sem punkturinn og það sem ég allavega tengi við Pétur og þú varst nú að minnast að þú heyrðir það fyrst, sko. Það var náttúrulega mikil bylting að heyra þetta. Já. Og náttúrulega eins og ég segi, sko, þessi heimur sem ég ólst upp í, bara eins og 3 bíóin sem voru þarna allt í kring, að þegar maður kemur svo í háskólabíó og heyrir hann lesa upp úr punktu komma strik þegar krakkarnir eru að fara í 3 bíóin, þetta var bara, þú veist, þetta var mikið svona frelsun, sko, og mjög merkilegt að þetta getur verið söguefni. Já, margt skemmtilegt í þessu. Já. Held að ekki í gamla bíó og sittur og velti fyrir sér, kannski tilvonandi eiginkona mín hérna í bíónu. Já, gott ef ekki. Það er svona skemmtilega bersk hugsun. Svo mjög falleg sena í bíódögum Frikka, sem einmitt í gamla bíó, sem Roy að syngja. Það var alltaf satt, það var í þessum fínu Roy Rogers myndum. Það var alltaf ykkur sena þar sem hann kyssti ykkur kærustu og þá æfti alltaf allur salurinn bingo. En þetta er sko, þú ert að tala um það sem þú að lesa og þú sko, eitt ef þú ætlar að vera íslenskur höfundur og þá verður þú náttúrulega að lesa íslenska bókmyndir. Jú. Og þú veit ekki svo lengi að því, við höfum ekki svo mikið. Það er mest Íslendingasögurnar og það eru nokkra stiklur þarna á leiðinni, þá byrjar að verða til ykkur saga hérna. Já, bara aldamótum 1900 svona, upp úr því. Og tekur hann Eldklerkinn og... Já, Jón Indi að fara. Já, Píslasögurna og eitthvað svona smá. Já. Þú ert mjög fljótur að ná að lesa þetta bara og einhver leiti þá gæti maður upplifa að þetta er samfella. Já. Það er svona þráður sem að þér ber að halda áfram. Þér ber að halda áfram að skrifa inn í íslenska menningu á íslensku, inn í þennan sagnarf. Sko, þetta er náttúrulega, sko, það er sagt, sko, það þurfa allir að lesa þetta. En það er náttúrulega vegna þess að þetta eru, sko, geysilega góðar bókmenntir og það er rauninni alveg ótrúlegt hvað var skrifað mikið af heimsklassa litteratúr á Íslandi á 13. öld. Við eigum sko 4-5 sko bara bækur sem þá voru samdar í þessu afskekta, fátæka, einangra samfélagi. Ekkert svo fátæka. Nei, það er svona kenningar að það hefði verið smá auðlegð hérna sem hafi valdið þetta væri mögulegt. Já, ég er alveg komin inn á það sko. Ræktuðu hjörða nautum til þess að skrifa á þau. Já, það var náttúrulega voru mörgulítið mikið betri skilyrði til búskapar á þeim tíma sko, bæði jarðvegurinn var ekki og lofslagið, þetta stendur á einu stað í Sturlungu. Það var fellivetur, það var ekki annað sagt, en þá hafi Snorri Sturluson mist 150 naut í Sveignaskarði, sem var eina af jörðunum hans í Borgarfirði. Svo sem að sér hverslas þetta rolluhokur sem seinna kom, fyrir utan að ég held að sko tengslin við norrænu byggðin á Grænlandi hafi verið töluvert mikil uppsprett á þessum tíma. Einhyrningshorn. Já. Eða nákvæmshorn. Já, meðal annars sko. En hérna, já, þetta er svo bara mikil sko heimsklassa litteratúr sem er alveg furðulegt. Þetta er svona ráðgáta. Ein kenningi getur verið svo að þarna rennur saman keltnesk menning og norræn. Þetta sé umvöld að sagnamennskan sé keltnesk en hún er framin á norrænu máli. Því annars hefðu norðmenn eða Danir skrifað þetta. Já. Það merkilega er að sko við náttúrulega vorum partur af sko menningarheild með sama tungumáli og sama bakgrunni, sama fólkið, þau getur bara sagt þetta er svona gamla heimsveldið frá víkingatímanum, norrænu löndin og eyjarnar í Atlantshafinu og svo byggðirnar eins og bara Normandí og Bretlandur enda allt austur undir Kænugarð. En eini staður þess sem að verður til þessi bókmenning, það er á Íslandi. Á hverju? Þetta er og mun alltaf verða ráðgáta að sko tilfellið er að það er skrifað við vitum sem hafa varðveist eða voru örugglega til eitthvað milli 300 og 400 sjálfstæð rit sem voru skrifað á 13. öld á Íslandi. Það er ekki vitað eina einustu í Svíþjóð. Líklega eina í Noregi
sem eins líklegt að Íslendingur hafi skrifað, það er að segja Konungs skuggsjá, sem er ekki bókmenntaverk. Og reyndar í Danmörku kom út mikið bókmenntaverk en skrifað á latínu, Danmörku Kronika Saxa. Og þetta er, sko, þetta er eitt sem er merkið, allt þetta sem er skrifað, en að það skuli innanum vera sko snildarverk, sem þetta bera saman bara það fínasta í heimsbókmenntasögunni frá upphafi. Þú veist þessar bækur náttúrulega eins og frægustu Íslendingasögurnar, eða Heimskringla eða Snorra Edda. Það er það sem er í rauninni hinn stóra ráðgáta. Og ég held reyndar sko, eftir að því ég laðist nú í mikla stúdíur á þessu, og út úr því komum meðal 4 skáldsögur sem gerast á þessum tíma, að ég held nú að þarna spili inn í að fyrir ykkur að furðulega heppni og tilviljun að þá áttum við 2 afburða höfunda á þessari öld. Og það voru náttúrulega frændurnir Snorri og svo Sturla. Og ég að því ég laðist nú svo mikið í þetta og reyndar að skrifa þetta marga greinar, með þess að fræðilega greinar sem birtust í Skírninni og svona ritum, að sko, það merkilega er að þetta er gullöld sem stendur kannski frá svona, eða segjum 1230 og 1280, eitthvað svoleiðis. Og þá verða til þessi stóru snilldarverk. Síðan upp úr því, þá bara er eins og skrúa fyrir. Og það er varla að skrifa prósaverk á Íslandi bara öldum saman fyrir þessar einstöku ævisögur og svona sem þú varst að nefna. Sem er bara stiklur einhvern veginn til þess að komast yfir fljótið. Já, en og þegar maður var sjálfur að sko læra þetta bara í grunnskóla og svona, að þá var bara Jónasar Hriflulínan, að það var náttúrulega því að Íslendingar glötuðu sjálfstæði sínu með gamla sáttmála, þá var þetta búið. Sem er algjört bull, sko, því að gamli sáttmáli og þannig hlutir hafa ekkert með þetta að gera. Ég held að skýringi sé mjög einföld á því hversuna þessu lauk. Og ég get með þess að nefnt daginn sem þetta kláraðist, það er 30. júlí 1284, þá dó Sturla Þórðarson, svo seinni af þessum stóru miklu snillingum. Hann er náttúrulega lærisveinn og alinn upp í skjóli Snorra, og við þekkjum náttúrulega hans sko handbragð af ýmsu bókum eins og Sturlungu, og hann var bara alveg sko, hann var bara, þú veist, sko meistari stíls og frásagnar af mjög óvenjulegu formati sem við síðan þekkjum aftur hjá mönnum eins og Halldór Laxness og fleirum, sko. Þannig þetta er saga mikil áhrif einstakra manna á söguna. Já, það er að segja sko... Þetta er ekki saga uppruna okkar og aðstæður sem að voru á Íslandi. Heldur er þetta sko, það skyldi verða til þessi mikla frásagnar og rithefð. Það getur átt sér sko þannig skýringar. Og það þurfti að hafa forsendur, en til þess að það gerðist að þá þarftu svona kalla. Já, það er að segja sko, segjum að það væri ekki til þessar, þeim tökum kannski svona 5 helstu bókmenntaverk þessa tíma, þá væri myndin af þessu allt öðruvísi. Þú veist, mjög mikið af þessum 300 bókum eru þannig séð ekkit sérstök sko bókmenntaverk. Þú veist, þetta er náttúrulega sumt er bara, það er að segja sko, meir sér sko, margar af Íslendingasögunum eru svona hálfgerður sjoppulitteratúr sko. Þeir skrifa greinlega miklu viðvaningsbrag og einhverju sko mönnum sem er ekkert góðir í faginu og hafa greinlega enga sérstaka æfingu. Og það gildur mjög margar af Íslendingasögunum. Og náttúrulega mikið af öllum þessum bókum, hvort sem það eru konungasögur eða heilagamannasögur eða samtímasögur og svo framvegis. En þá geta eitthvað sagt, ef að vildi koma með svona félagsfræðilegt sjónarhorn inn í þetta, að þú þarft að hafa svolítið svona böns af sjoppubókmyndum til þess að ná að byggja upp Já, ég held að það sé sko, náttúrulega þeir spretta upp úr grunni sem er orðin til. Og náttúrulega sko Snorri elst upp á Odda á Rangárvöllum þar sem var svona fræðasetur, þar sem menn stunduðu bóklestur og skrift og frásagnir sem hann náttúrulega byrjaði Odda bara með afa Jóns Loftssonar, Sæmundur fróða. Síðan endurvekur hann, eða býr hann til samskonar fræðasetur þarna í Reykholti, þar sem að Sturla ólst upp. Og þannig að þeir höfðu náttúrulega fáránlega góðar forsendur miðað við
þú veist, það er ekki nóg að hafa svona snillinga og þú þarft að hafa náttúrulega allar aðstæður til þess að geta ræktað hana frá barnæsku. Og það höfðu þeir náttúrulega báðir. Og svo náttúrulega, sem ég segi, það er náttúrulega, þú veist, að íslensk 20-aldarbókmyndin náttúrulega lítu allt öðruvísi úti og Halldór Laxness hefði orðið fyrir bíl 16 ára, sko. Því að það eru svona óvenjuleg, sko, óvenjulega stóra raddir sem að einhvern veginn svona móta þetta. Maður tengir því sem ég nefndi áðan sem er umfjöllunarfið þitt sem er eiginlega þessi svona hetjusaga. Já. Og þú hefur líka skrifað ævisögur sem eru hetjur, en eru kannski handhetjur í samfélaginu, Jón Ólafsson og Jón Ásgeir. Já, ég skrifa líka Friðrik Þór og Káká. Já, en það eru kannski annarra tegundar, en hitt eru svona sturlungu menn. Já, það sem ég fannst áhugavert við þessa businessmenn 2, sem þú nefndir, Jónana, er að sko, þeir mæta svo rosalega miklu mótlæti ráðandi afla, bæði í viðskiptalífi og pólitík. Og það er, finnst mér bara rétt eins og sagan af Þórði Kakala, sko. Þetta er spennandi söguefni. Ykkur sem að stendur, þú verður að berjast og sigra, annars ertu bara búin að vera. Annars verður saltarún í tunnu. Já, annars verður saltarún í tunnu, sko. Þórður Kakala ætlaði sér aldrei að verða sama stórmenni og bróðina sem var drepinn á Erlustöðum. Hann hins vegar allt í einu sat uppi með þá stöðu annarkvort yrði hann drepinn eða hann myndi berjast til siðurs. Og svo tókst honum það. Og svo hann var yfirvald á Íslandi en þá nefndi hann þess ekki lengur, hafði engan áhuga á því að vera neitt yfirvald. Það var bara fylliríum að skemmta sér. Ég segi hérna saltarún í tunnu að því að einhvern tímann heyrði ég mann segja svona frá. Að þegar að voru 4 menn sem keyptu FGA-bankan. Já. Þá var það hérna Eyjólfur Sveinsson, Jón Ólafsson, Jón Ásgeir Jóhannesson og Þorsteinn Már Baldursson. Já. Og þetta var gert í óþökk Davíðs Oddssonar sem beitti sig gegn þessum mönnum. Já. Og ef við verðum að horfa á svona síldarplan, þá er búið að tróða Eyjólfi ofan í tunnuna og negla fyrir. það er verið að tróða, það eru bara fæturnir á hérna Jóni sem var standið upp úr hans tunnu og það er verið að reyna að tróða Jóni, en Þorsteinn kemur seinna. Þetta var eiginlega staðan á þessum, þegar mér var segð þessi saga, ég ætla að sjá þetta svona fyrir mér. Það sem að var... Trúirðu því að þessi menn hafi bara mætt einhverju hérna ógnarafli þeirra sem höfðu völdin, svona kolkrabbans sem er til á Íslandi og til út um allan heim, hérna, valdið versi alltaf, að þetta séu svona einar kárískar hetjur sem eru að reyna að bara koma ársinni einhvern veginn fyrir borði í einhverju samfélagi í óþökk hérna yfirvalda og hafi bara fengið að finna fyrir því. Já, ég sess að sko bæði skiptin sem ég fer út í þessi verkefni að þá kem ég að þessu sko ansi svona bara bláeygur og rauninni með allt aðrar hugmyndir heldur en ég síðan fæ af því að stúdera söguna. Þannig að báðum tilfellum þá tekið viðtöl við eitthvað meira en 100 manns alveg úr svona einsta hring og héðan og þaðan. Og þetta er í rauninni ekkert sko vafamál að sko reyndar sko eins og með Jón Ólafsson, vinn minn, Jón Bæjó, fjandann þar, hann Arnár Keflavík eins og segir í kvæðinu, að hann, þú veist, menn bara skildu það ekki hvað hann komst langt. Eins og ykkur sagði sem að ég talaði við sem var úr innsta hring kolkrabbans, stjórnarformaður í Eimskip, hann sagði við mig, sko við gátum alveg umborið þessum strák þó hann væri með einhverja plötubúðir og eitthvað svoleiðis. En þegar hann fann að færa sig upp á skaftið, kaupa fjölmiðla og banka og svona, þá bara, þú veist, þetta kom ekki til greina, sko. Bara ekki að ræða. Og sama er náttúrulega með þessa bónusfeðga, sko, að þeir sko stíga yfir öll mörk sem að, sko, allar reglur sem hefur verið búna til.
eins og til dæmis sko að heildsala valdið var svo rosalega sterkt í landinu og allir kaupmenn skiptu við heildsalana og þar í rauninni var mesti hagnaðurinn eftir. Jón Ásgeir finnur upp á því að fara bara fram hjá þeim, fara út í heim og kaupa sömu vörur á miklu lægra verði. Og þetta gerði út af heilu heildsala veldin og fyrirtækin og fjölskyldunar. Og þetta náttúrulega alveg nótið þess, sko, þetta náttúrulega nátengt hinu stóra pólitíska afli í samfélaginu þá. Allir mest ráðandi pólitíkusar landsins voru úr þessu liði. Þetta væri hérna upp á amerísku kallað djúbríkið. Já, sem að sem heldur völdum, þó þetta sé ekki alltaf sýnilegt. Já. En allavega, sko, þetta varð mér mjög áberandi. Og náttúrulega þessar allar þessar ákærur sem að Jón Ásgeir þurfti að slást við í 20 ár og bara misnotkun á réttarkerfinu, þetta sko bara ótrúlegt. Það var ótrúlegt að setja sig inn í þetta. Og ég man að ég talaði við virta í rauninni íhaldsama og mjög virta lagfræðingar sem sögðu sumir að það var ótrúlegt eins og maður hafði alltaf verið stoltur af íslensku réttarkerfi, þess að það tilheyri einhverju það sem réttlæti eitthvað sem þú ætti að leita eftir, að maður svona misti bara hreinlega trú á því. Þetta var mikið persónulegt áfall að sjá hvernig var hægt að beita þessu sama réttar og kerfi á móti einstaka mönnum sem þú ætti bara að reyna að þagga niður í svo þau væri ekki að þvælast fyrir lengur sko. Og einn af þessu lögfræðingur sagði ég fór nú að hugsa eftir og það hefði líklega verið miklu betra ef við hefðum bara haft Hæstarétt áfram í Danmörku sko. Sem það óbundin af völdum og klíkum hérna heima. Fyrir suma hefur til dæmis eins og bara Geirfinnsmálið haft sömu áhrif. Já. Jú. Þetta við getum farið svona aftur í tíman og við getum farið tekið Hafskissmálið og stundum finnst mér að því að Jósef Arngrímsson er náttúrulega persóna sem að þú ættir náttúrulega að skrifa. Jú. Stórkostlegur maður. En að sömulegt hann í þessu og þetta er aldrei ekki allt kórdryggir svo sagt er, eins og var sagt Geirfinns sakborningana. Já. En það er hins vegar alveg augljóst að það er menn sem að stíga á einhverja tær á hinna sem eru réttbornir til valda að þeir fá að finna fyrir því. Og mér fannst það þegar þú varst að segja áðan með að þú er svo gaman að lesa svona vinstrið, átöki sem eru þar. Okkur vantar eiginlega bókaskápinn sem er hægrið, hvernig þessu öfl hafa náð og haldið völdum á Íslandi. Guðni T. var aðeins byrjaður á þessu í ævisögu Gunnars Stórs. Það sem er sýnt frá þessu, ég man að ég átti svona samtöl við Styrmi sem mér varst að vera ævintýrlegt að hlusta á hann, hvaða aðferðum var beitt til að halda völdum. Þetta er alveg rétt. Það sem hann var að vera svona eldri maður og ég veit ekki af hverju hann var að segja mér þessar löngu sögur. Nei. Það sem var verið að bara grafa undan. Já. Og ég meina þetta hefði munum alltaf tekist. Þetta var sama batterið, sama blokkin sem átti svona máttarstólpana. Þú veist, réði fyrir bönkunum og stærstu fyrirtækjunum, skipafélagunum og flugfélagunum og svo framvegis. Og menn höfðu, ég held bara mönnum hafi verið svona gegnum tíðina sem öllu að yppa sig og halda að væri eitthvað merkilegir og eiga leið þarna inn að þeim bara held ég hafi yfirleitt bara gegnum tíðina verið gert ljóst sko, þeim hafi skilist það fljótt. Þarna hef ég ekki leyfi til þess að fara sko. Þetta er ekki minn fótboltavöllur. Þetta er fyrir hérna innvígðu og innmúruðu. Já, og það er svolítið fallið sem að Jón Ólafsson sagði mér sko, að hann ætlaði sér náttúrulega að verða stórkall sko í viðskiptalífinu. Hann langaði eins og hann sagði, mér langaði alltaf til þess að vera aðalverktaki, sagði hann úr Keflavík. Og hann náttúrulega fara alla þessa leið, svo hann gengur í samtök ungra sjálfstæðismanna og atast þar og beiti sér og svona, ætlar að bara fara þá leið. En hann sagði sko, sér hafa fljótlega verið gert að ljóst, hann ætti engar framavonir í þessu stað, einhver götustrákur úr Keflavík sko. Og bæjarvillingur úr Keflavík sko, það var bara ekki séns og það náttúrulega
fyrir svona bláegan og bjarsýnan mann eins og hann var, sko, að þá verður þetta sko áfall. Náttúrulega herðir hann dálítið í því að ég ætla ekki að láta tróða mér enda þessu tær. Svo náttúrulega gera þeir, eða hann náttúrulega átti þetta ótrúlega skúbb þegar þeir eignast Stöð 2 sem var náttúrulega búið að plotta hvert þetta fara, sko. Og það var allt frágengið og undirbúið. Og hann gerir það bara með nokkru leynifundum um nótt kringum áramót, að það býr hann til annað plan og allt í einu eiga þeir þetta. Og þeir ágætu menn sem að höfðu átt að eiga þetta, þeir eru konið minni hluta. Og ég kynntist nú til dæmis vel sem hafði verið stjórnarformaður Íslenska útvarpsfélagsins honum Ingimundi Sigfússyni, sem frábær kall og góður vinur minn, að þegar hann var að segja mig frá þessu, sko, hann sagði bara, þú veist, þetta var bara áfallan, bara það skildi enginn hvernig þetta gat gerst, en það var það allt vitlaust, sko. Þetta eru átökum fjölmiðla sömuleyti og það tengið þóttulega Jón Ásgeir tengið inn í það. Já. Og áður að þessi svo fréttablaði var stofnað að Jólu Sveinssoni sem ég var að lýsa þarna hefði verið settur alveg von í tunnuna og mest fyrir. Það var svolítið ævintýralegt að vera tengdu því að maður heyrði, ég hef stundum orðað þannig, maður heyrði sko hurðir lokast í samfélaginu. Já. Það sem að ég var að vinna fyrir þá feðga hérna fyrst. Einmitt, Svein og Eyjólf. Já. Ég man að ég fór í Búnaðarbanka sem var bara fyrir neðan sem núna er eitthvað hótel með Rauðarastignum, Vilhelm. Já. Og þá sagði útibússtjórinn við mig viltu ég bara ekki fara eitthvað annað? Og þá segi ég, og hvað? Ég ætla bara að opna tekkareikning, til þess að geta borgað laun og annað slíkt. Ég getur ekki bara farið eitthvað annað. Ég bara má ekki við þessu veseni sem að fylgir þessu. Nei. Og það, ég minna þessi maður vissi það. Já. Þegar þeir mistu fyrirtækið, þá fekk ég Ragga Tom, sem er nýláttinn. Já. Með mér að reyna að finna því Eyjólfur kom til mín og spurði hvort ég geti endurist þetta. Og hann var átt að segja því að það voru allar bjargir lokaðar. Já. Og við fórum að leita fjárfestum, hvort það var ykkur til í það, því að þetta var svo nálægt í að sleppa í gegn, sko. Þetta var eiginlega ótrúlega sorglegt ef þetta hefði dáið þarna. Fyrir mikið til út af þessari andstöðu. Já. Og þá man ég að einu sinni þá fórum við að tala við mann og vorum að útskýrta að svona verið staðan og svona öllu, kannski er þetta bara spurningum kannski bara 40-50 milljónir og þá verðum við komin sko í breiki, en kannski í mögulega á þessu ári eða bara fyrir páska, sko. Þetta eru verið svo nálægt þessu. Og þá sagði þessi maður haldið þið að það sem að mig vanti í lífinu séu ofsóknir? Já, einmitt. Þetta var bara venjulegu businessmaður í bæ. Já. Þeir sögðu mér að því að sko... Jón hins vegar var svona bjartur og svona, ég held að hann hafi ekki fattað þetta. Jón Ólafs? Nei, Jón Ásgeir. Já, hann náttúrulega, hann átti aldrei eftir að súpa seiða þessu. Það var árlega ríkur fundur sem að Raggi Tom sagði ég hefði selt honum hugmyndina á eitthvað 30 sekúndum. Já, einmitt. Og þetta að vera á móti þessu liði, það er Siggi bróðir segir það, hann var kallaður inn upp í Valhöll til þess að tilkynna það að það væri eiginlega best fyrir mig að bara flytja landibrott. Ég myndi aldrei geta gert neitt hérna á Íslandi. Nei. Það er allt stoppað og eyðilagt sem ég kem í nálægt. Og ég meina þeir voru, það var eiginlega alveg gengið frá þeim, sko, þegar Jón Ólafsson flytur úr landi, selur allt sem hann á hér 2003-2004. Það var bara vegna þess að sko, þá var honum orðið ljóst að hérna myndi hann ekki fást, myndi hann aldrei geta þrifist, sko. Nei, þeir eru ekki búið upp á frið. Nei, og það er svolítið merkilegt að þegar... Og ef þú réttir litla putt og þá takar hendina og þeir eru ekki búið upp á neitt. Nei. Það er ekki fyrir að þú þegar búið að knésetja þig, að þá kemur kannski friður, en þá er þú döður. En það er svolítið merkilegt, sko, þessi, að því að ég fann náttúrulega í þessari sögu, sko, þetta var mjög afdrifaríkt með stöðuvar tvömálið, sem náttúrulega Jón Óttar og þeir stofnuðu og er bara vitamála, er bara að rúlla, það þarf einhver annar að taka þetta yfir.
Og máli var það að sko þegar maður fyrir að skoða þetta, langstærsta skuldin þeirra var við Verslunarbankann. Og Verslunarbankin var á einhvern hátt undir hatti viðskiptaráðs sem átti Verslunarbankann og stjórnarformennur og svona. Og það búið að náttúrulega ákveða hverjir muni eignast þetta þegar Jón Ólafsson fer að beita sér, og þá fer hann að tala við menn úr þessum kreðsum, meðal annars formenn Verslunar sem voru sko virðulegi menn í Sjálfstæðisflokknum og svo framvegis, og meðal annars Jóhann J. Ólafsson og Haraldur Haraldsson í Andra og svona kallar, og hann selur þeim þetta sem business hugmynd. Og þeir fallast að það, eru með honum í þessu. Síðan allt í einu birtast þeir og þeir eru búin að kaupa þetta. Og svo var ég að tala við þessa kalla síðar. Þeir sögðu sko, ég hafði aldrei mína ævi verið annað en bara virtur maður í minni, í mínum heimi, í Sjálfstæðisflokknum, í viðskiptaráði, rekandi mitt fyrirtæki og svo framvegis. Skyndilega er ég bara orðin, sko, einhver ljóti andarungin, sko. Og þetta var þeim ekki áhald, þeir hafði ekki gert sér þetta ljós, sko. Og sumuleyti náttúrulega báru þeir aldrei sitt barr eftir þetta, sko. En Jón vissi alveg út í hvaða slag hann var að fara, sko. Þetta var hans, sko, fætir. Þetta er... Það sagði eins og maður við mig sem að tengdist svona fjölmiðli sem að ég var með. Hann sagði, ég verð bara að fara frá þessu, sko. Kona mín kom grátandi heim í gær sem að horfðu fram á það að það veri bara verið að klippa okkur út úr bara samfélaginu. Já. Og við bara gert það ljóst. Einmitt. Ef við ætlum að vera að styðja þennan kommunistasnebil. Já. Þannig þetta er ekki allt fallegt. Nei, talandi Sveinar Egilsson, ég talaði alltaf við hann sko í sambandi þetta mál allt saman. Mjög merkilegt og eftirminnilegt samtal, þetta flottur kall, og svo sér maður þetta ansið mikið í bókinni sem að Silja skrifaði hann. Mjög fínt. Og þetta, þú veist, hann var náttúrulega einn af þessum mönnum sem hafði bara verið svona respekteraður businessmaður, en að því að hann sem sagt fer fyrst í lið með Jónasi Kristjánssyni og svo og svo blandast hann inn í þessi átök með Jóni Ólafs að þú veist, bara hreinlega hann sagði sko til dæmis að það voru sko eignir sem hann átti voru bara settar í kvelli og uppbóð, seldar fyrir slikk, sem að sko maður í hans stöðu og með hans sambönd hefði alltaf getað frestað og reddað og fengið lán í viðbót og klára sig. Það var þetta sem ég var að lýsa á þann, að maður heyrði hurðirnar skella. Já. Það var bara tilfinningin að það væri verið að þrengja að þeim. Jú. Og það mörguleiti mjög gott. En ef maður er Einar Kárason. Já. Og lærði einhverja frasa þannig að maður fór með Einari Má og félögum og fylkingafundi. Jú. En ekki alveg svona félagsfræði eða stjórnmálafræði er ekki alveg þinn tepolli. Nei. Þú leiðist að lesa það, þú vilt hafa sögur, þú vilt hafa persónur og gafleira. Og þá lifir í heimi sem er svona eins og við erum að tala um núna. Þá er þetta heimurinn og þannig verða mannheimar alltaf. Þannig voru þeir á Sturlungaöld og þannig þeir eru í dag og þannig munu þeir alltaf verða. Já. Og það er það sem mér fannst svolítið skemmtilegt við þegar ég fer að skrifa sögulega skáldsögur, að átta mig á því að margir sem skrifa sögulega skáldsögur og margir sem eru geysilega flinkir í því, bæði íslenskir höfundar og útlenskir, að þeir fókusera svo mikið á munin á tímunum. Að það er semst það er mikið dvali við, þú veist, hvað hitt og þetta var alltaf öðruvísi, sko. En það sem mér fannst miklu áhugaverða var að fólk er náttúrulega alltaf eins. Við erum nákvæmlega sömu gerðar, það er bara eitthvað DNA tilviljun að maður fæðist á 20. öld en ekki 13. Og nákvæmlega sömu gen og sama útkoman hefði geta verið. Og þannig að sko það sem er svona hinn ytri munur, að hann skiptir ekki svo miklu máli. Ég meina, þú veist, menn byggu í húsum með sínum fjölskyldum og áttu sína vini og héldu sína veislur. Þeir að vísa höfðu ekki bíla en þeir höfðu hesta til þess að fara á milli. Þeir fóru til útlanda að vísa ekki með flugvélum, þetta bara sigldu þeir. Svoleiðis að það sem máli skiptir er, og þá kann maður fara að lifa sér miklu betur inn í þetta, að auðvitað er fólk alltaf eins, sko. Veist, það er nákvæmlega sömu gerðar
með sömu sálar innréttingar og bara hugmyndir og þrár og gaman og sorgir. Svoleiðis að það er til þess eina ástæðan fyrir því að ég ákvað að fyrna ekki málið á þessum sögulegu skáldum. Ég held að séu 5 sem ég hef gert. Ég bara nota nútíma mál vegna sem leið og fyrnir málið, sem Halldór Laxness gerði að mikilli snilld til dæmis í Íslandsklukkunni, Björn T.H. í Haustskipum og svona. En leið og gerir það, þá ertu búin að fjarlægja þetta svo mikið. Þá er þetta einhvern veginn orðinn annar heimur, sko, upplifunin. Og ég hef sagt með mér leyfist bara að láta þessa menn tala nútímamál og ég hef eina algjörlega skothelda réttlætingu fyrir því. Þeir sem skrifuðu Íslendingasögurnar á 13. öld og eru kannski skrifuð með atburði sem gerðust 300-400 árum fyrr, þeir eru ekkert að reyna að elda eitthvað mál sem þá var talað. Þeir náttúrulega nota sitt tungumál og úr því þetta var nógu gott fyrir höfund Egilssögu og Laxdælu, þá er þetta anskotast nógu gott fyrir mig. Og ef þú sleppir sviðsetningunni eða að teikna upp gamla daga til þess að ég upplifi það, að þá náttúrulega losnaru við helmingin af textanum sem Laxness hefði sett í bókina. Já, og eftir situr bara svona einhverju þetta er svo stofudrama sem setur eftir. Það eru átökjun á milli persónuna. Ja, algjörlega. Ég reyna að telja sem langsamlega minnst við það. Já. Og ég man að ég hugsaði mikið þetta því ég var að skrifa fyrsta sem ég reyndi mig við svona sögulega skáldsögu sem þetta gerist á 18. öld. Að þá las ég nýlega bók sem heitir Ilmurinn, Patrik Suskind, og þar er allt þetta ytra, þú veist, manni finnst maður eiginlega vera að koma til tunglsins, sko, vegna þess að hann náttúrulega þetta gengum úa mikið út á ilm og lykt og svona framandi lykt og þetta er einhvern veginn allt annar heimur. Og ég hugsaði með mér, sko, þarna er maður að fjarlægja þetta, þú veist, þú ætlar að komast nálægt fólkinu. Þá þarftu bara að setja því í þess spor og auðvitað skipti ekki máli, þú veist, það var önnur fatatíska, en það er sama fólkið. Svo lesa ég geti sagt. En þá er þetta, þessi Einar Kárason, hann horfir á alla tíð, þetta sé sama sagan. Já. Og við sittum alltaf í sömu súpunni. Jú, það er það. Svona nú það. Þannig að við losnum aldrei við, það verður alltaf kolkrabbi. Já. En það er svolítið gaman á þessari sögu þessara businessmanna tveggja sem ég sökti mér onni. Já, Íslendingasögur síðari. Já, að sko í rauninni í þeirra sögu, þetta er menn sem text í rauninni að einhvern hátt að breyta kerfinu, sko. Og En þetta er samt ekki svona sigursögur, þetta er einhvern veginn harmsögur. Þetta er algjörlega harmsögur, sko. Og þegar, eins og ég var að, eins og þegar ég var að byrja aðeins að vinna með Jóni Ásgeiri, því hún nefndir Ragnar Tómasson, að það var hann sem við vorum málkunnugir, sko, Raggi Tom heitinn, góðu kall. Það var hann sem bauð mér í kaffi og fór að reyna að selja mér þessa hugmynd. Og ég hef aldrei heyrt neitt í fráleitt og bara út í hött. Fyrir utan ég þekkti ekkert manni, ég hafði engan áhuga á þessu, á nokkurn hátt, þannig séð. En einhvern veginn það var eitthvað ýmislegt sem hann sagði mér sem að kveikti nógu mikinn áhuga til þess að ég fór að hitta viðfangsefnið þar, Jón Ásgeir sjálfan. Og þá, hann var rétt 950 og maður hitti þarna mann sem greinlega var mjög markeraður af áföllum, sko stórum áföllum. Og ég var að spyrja hvernig með þessi, búin þessi dómsmál, segi ég. Það var síðan það var dæmt í næsta mánuði, tiltók daginn í þessu máli, það var þetta svokallega orrummál og nú er komin í mann dómsuppkvaðningar kvíðin. Hann segi bara, þú veist, hann sagði bara, hann var búin að vera að berjast við hann meira og minna í 15-20 ár. Dómsuppkvaðningar kvíðan. Hvað verður hvað verður gert við mig, sko. Svo leiðis að þetta var alveg nóg til þess að ég hugsa, þetta er eitthvað sem er örugglega þessi virði að sökkva sér ofan í. Þannig að ég var ekki jafn fráhverfur eins og þegar Raggi Tom bara dundum mig fyrst.
En við erum þannig um Íslendingasögurnar og fram til okkar tíma og það eru stiklur hérna, en síðan erum við með á 20. öldinni svona þjóðlegan fróðleik Já, sem eiginlega sömuleyti kannski sigurvegar en í þessu öllu því að þú ert að sögulega skáldsögur jú. fyrir 1950 þetta bara verið kallað eiginlega þjóðlegu fróðleikur Já. þið endið eiginlega allir hérna Já. og sömuleyti mætti segja að sögulegi fróðleikurinn að því varst alltaf módernisman og svona Já. þessi þráður íslenskra bókmennta frá Íslendingasögunum og í gegnum hann þessar stiklur hérna Jú. og svo hérna, dvelur það í sögulegu fróðleik Já. og Laxness vinnur úr honum að náttúrulega fáir djarftækari til svona efnis sögulegs fróðleiks en hann Já. Og þetta náttúrulega það sem við getum sagt svona endurreist svona íslenskra prósabókmenta á 19. öldinni. Náttúrulega byrjar töluvert mikið í þessu sko. Þú veist, hérna Gísli Konráðsson og þessir Brynjar og Minnanúpi og þessir sem skrifuðu allar þessar í rauninni ekki skáldskap en skrifuðu þessar texta byggðan á sem við kallum þjóðlegan fróðleik. Já, en sem þú veist, svona nálgun sögulegs fróðleiks á sannleikann svolítið sérstök. Því það hérna, næstu, ekki kannski eins og ég var að segja áðan með Laxness að þú trúir hinn góða stíl, en það samt að það að ná segja sögu á góðan hátt. Já. Og þannig að sagan nái að hérna, draga fram aðalatriðin og þannig ertu að segja frá heimi sem dregin áfram á sögum. Já. Það ekki hérna, heimspekina og marxísku fræðin sem þú nefndir ekki að lesa. Nei. Þannig að þetta gengur eiginlega upp á það að sanna fyrir okkur að það sagan sem heldur sannleikanum. Ég held sko svona það nú frekar ófrjótt að tala sko þjóðareinkenni en ég held að það sem sko hefur mótað alltaf íslenskan hugsunarhátt á allan hátt og þá bara veruleika að sko við erum sem sagt okkar arfur og okkar hefðir beinast miklu meiri áttina að sko sögum heldur en analítiskum fræðum eins og heimspeki. Og hérna, enda við náttúrulega áttum ekki til dæmis akademíur eða neitt slíkt fyrir en bara á 2000-öldinni. Meðan að sko út í, alveg bara frá því fyrir mörg þúsund árum voru menna í miklum og merkilegum akademíum að reyna að átta sig á heiminn frá heimspekilegum kerfum. En okkar akademía var sagnarstundin. Já, það var það sko. Og hérna, þú veist, þetta ekkert betur. Og þá í merkingunni, hvernig get ég hérna, skilið stöðu mína í samfélaginu og í heiminum, að það læri ég í gegnum sögur. Nákvæmlega. Þannig ég verð að lifa í sögu. Ef ég týni söguþræðinu mínum, nákvæmlega, þá fer ég bara á geðlyf. Já. Þetta í stuttumáli þannig. Og þú trúið því? Já. Herðu, þú gengur ekki alveg heilt til skógar. Nei. Ég sé að þú ert að aka þig svolítið til eftir orðið þreyttur. Já, ég aðeins svona... Þarftu að leggjast í sófann og í gegnum hérna Guðrún frá Lundi til að jafna þig eftir þess að setu hér? Já, ég segi það ekki, sko. Nei. Ég harkaði þetta náttúrulega. Ég má ekki fara að ganga alveg frá þér. Nei, en ég fekk sem sagt þennan, ég hef alltaf verið bara full frískur, aldrei pælt í öðru, sko. En í sumar, ég spil nú alltaf fótbolta með mínum vinum 3 í viku, þá fór ég bara í svona byrjun júlí að finna fyrir svakalegum stingjum og verkjum í bak og niðri fætur. Og þetta ágerðist og leiddi svo út í máttleysi í fótum. Og hérna endaði með því að ég eiginlega bara gat ekki gengið lengur og fór þá á bráðavaktina. Þar sem menn slóðu í föstu og ég var með brjósklos, þetta hafði alltaf einkenni. En ég var myndaður og segulómaður í bak og fyrir og þeir fundu ekki brjósklos. Þannig að þetta var hið furðulegasta mál og svo kom þetta bara nokkuð langt tímabil þangað til að kom læknir sem heitir Elvar, taugaskurðlæknir yfirmaður þarna. Hann ákvað bara að rannsaka þetta í þaula og setti mjög ýmis konar rannsóknir og fann þá út að þetta væri í rauninni eitthvað sem hefði sömu áhrif. Þar sé brjósklos, þá losnar brjósk og það þrýstir á taugar sem koma mænunni og niður í fætur. Ógeðslega vont. Og þetta var það hjá mér, sko, bara hillingur. Svo leysa hann
fann þarna eitthvað sem var að þrýsta á, sem hann kallaði held í liðbandsboga, sem var einhver ávöxtur í, og tók hann úr fyrir tæpri viku síðan. Og síðan þetta allt annað í hann alltaf með djúpan langan skurð á bakkinu, sem nær alveg inn í rauninni hryggjarliðina. En svo ljónið hafi náðir í hjörðinni og krafsaði í bakið á þér. Já. Þannig þú ert svolítið sleginn. Já, svo lesa hérna, en sem þetta ég gerir mér allar vonur að mér var sagt að svona viku, þá get ég fara að svona æfa mér en að ná upp þreki aftur, ganga og ég hlaupa og svona. Og það verður svaka gaman. Ég er búin að lofa vinnum mínum í fótboltanum að vera komin aftur fyrir áramót á völlinn. Og þetta er góður í fótbolta? Sko, ég er fjarri því að vera góður í fótbolta. Það er að segja, sko, ég hef aldrei haft talent beinlínis á þann hátt, þar sé ekki þennan tekníska talent. Það er svo margir sem hafa sko, svo rosalega tækni, boltatækni og fyrir utan að, en hins vegar þá held ég að ég hafi, sko, ég nýti mér oft svona sæmilega skynsemi. Þannig að ég er alltaf í réttu færunum. Og mín stað á vellinum er gjarnan það sem er kallað, og það sem er svona virðulegri og fínn í fótboltanum er kallað að hanga í sníkjunni. Þá er maður einhvers stað frammi í færunum og fær svo boltan og mokar honum yfir línuna. En er ekki svolítið margir í þessu, í sníkjunni? Lunds United eða? Jú. Sem eru einmitt svona sentirar í eðlisfari? Er ekki allir frammi bara? Nei, þeir bestu sko, allir er bestu, þeir eru svona miðjumenn, svona jafnvel afturliggjandi miðjumenn. Við höfum náttúrulega verið með í hópnum sko yfirburða heimsnillinga, þú veist, Ásgeir Sigurviss og Eyjólfur Sverris og Arnór Guðjónsson og svona, og það eru mjög margir sem eru sko gamlir meistaraflokksmenn og svona. Ég var það aldrei, ég æfði bara sem krakki og svo byrjaði ég ekki aftur fyrir svona 30 sko, og þá náttúrulega í svona áhuga mannabolta. Þetta er svona kallaklúbbur? Þetta er kallaklúbbur. Ertu í veiði? Nei, einhversulega svo ekki golfi og ekki neina, en þetta er svona daldið félagskapur manns að þessu leiti, sko. Og ég er búin að vera í Lunds í 25 ára eða eitthvað, og þetta er sko andlega, sérstaklega á veturna. Þú veist, maður er kannski vinnutörn, vaknar og ég situr tölvuna einn heima, og maður vaknar í myrkri og það komið myrkur ykkur tíðan. En ég fer út hádegið meðan það er bjart. Fer niður í Laugardal og hitti þar vinina í búningsklefanum. Við förum út og djöflumst í fótbolta í klukkutíma, undir beru lofti. Tökum inn dagsbirtuna fyrir utan bara félagskapinn. Maður kemur algjörlega endurnærður sko, heim aftur. Og ég meina, þú veist, dagarnir væru mjög grámáskulegir ef þetta væri ekki. Svo ég má ekki til þess hugsa, sko, eins og það var nú sagt um mig nú bara hættur þessu rugli, sko. Þú veist, ég var eins og lélur í fótunum, ég staulaðist um. Ég var nú með göngugrind í 2 mánuði heima. Og var að reyna að draga mig út, ég ætlaði ekki, þú veist, pjattið svoleiðis að maður lætur ekki sjá sig. Göngugrind. Má ég spyrja þig einni spurningu viðbót? Já. Því að mér finnst þið verðum að svolítið að tala hérna þráðinn í íslensku bókmenntum. Og mér finnst svolítið eins og ég sé að tala við svona country söngvara sem er að svona dragast inn í sko hefðina sem hann spratt innan úr. Ég veit, þú nefndir nú Thomas Mann og fleira og þú lest örugglega töluvert af erlendu bókmenntum. En er það ekki samt þannig að þú ert eiginlega að hverfa inn í íslensku hefð frekar? Þú ert að fylla upp í syndir þínar að ná að lesa Guðrún frá Lundi og Kristmann og þannig þú ert eiginlega bara að fylla upp til þess að geta verið bara allur þarna inni. Þetta er líklega alveg rétt. Mér sé hvarflaði að mér í gær að þegar var tilkynnt Nóbelsverðlaunin, þessi Ungverji. Ég hugsa með mér, þetta er í fyrsta sinn frá því ég er örugglega sko 20 sem ég hef ekki heyrt minnst á þennan nýja Nóbelshöfund. Það er að segja nema þetta sé eitthvað sko úr Afríku eða eitthvað sem enginn þekkir á Vesturlandi. Þetta er náttúrulega bara evrópskur höfundur. Og þínur ekki? Já, það er ári eldri, 54 mútur við. Og sko, sko, þegar maður er að byrja, þú veist, ég er í menntaskóla og svona háskóla og fyrstu svona 20-30 árin á ferlinum, þá var maður geysilega upptekinn af heimsbókmenntunum. Og það var náttúrulega alls konar höfundar í tísku sem allir þurftu að vera að lesa. Það var mikið þessum amerísku samtímahöfundum, Kurt Vonnegut og Joe Heller og
og malamöt og svona sem mann alltaf lá í þessu, síðan kemur þetta suður-ameríska bylgjan og módernismin og þetta var svona, þetta var bara svona sú lind sem að drakk úr, sko. En sem þú nefnir þetta, sko, að kannski svona í seinni tíð þá er ég meira, sko, farin að vera bundin við okkar svona tradisjón. Vatnið í bæjarlæknum er eiginlega best. Eiginlega, sko. Það er þannig. Það er líka hluti að við vorum svona einhver leiti að tala að svona, þegar maður eldist og svona og æskan komið til manns að þá held ég þetta sé líka hluti af einhver leiti. Jú, það er það. Svo lesa... En hefur lesið þennan nýja höfund? Nei. Ég dunda mér við að vera að endursegja ljóð og svona. Reyna að skemmta fólki við það. Já. Ég fann texta eftir hann, þetta er náttúrulega ekki ljóðskáld. Nei. En hann er alveg rosalega myrkur, sko. Já. Fyrir svona gamlan stónsara þá, og blúsara. Já. Þá er þetta eiginlega svakalegt sem ég hef séð lengi. Þetta er svo, þetta er bara dýfsti bassatóninn. Já. Bara keyrður áfram, sko. Ég náttúrulega fór að kynna mér hann strax og ég er mjög spenntur fyrir þessu. Hlakka mikið til að komast í þessar bækur. Já, ég held að merkilegur höfundur, sko. Já, alveg örugglega, sko. Já, en ég fór að lesa það líka hana því ég vissi ekki hvað hann var, en ég náttúrulega er ekki einu sinni með táinn í bókmennaheiminum. En ég sá að hann hafði til þess ekkert verið þýddur á ensku, þessu höfundur, svona stóru verkinans. Ekkert verið þýddur fyrir bara 2012 eða eitthvað, sko. Þannig að sömuleyti er hann ekkert, hann er ekki búinn að vera lengi, sko. Nei. En hann er búinn að hreinsa upp öll verðlaunin undanfarið, sko. Já, búkkarinn og svona. Já, allt þetta. En hann hefur ekkert verið svona á svona stjörnuhimninum, sko, lengi. Nei. Og það er náttúrulega svo mikið af góðum höfundum út um alla heim sem ekkert eru þar, sko. Herðu Einar, takk fyrir að koma hingað, ég ætla að hleypa þér heim í körina. Já. og fylgjast með þér á Facebook þar sem að maður fær að vita hvað þetta að lesa. Einmitt. Kæra þakkir. Takk fyrir mig. Takk. Herðu, og áhorfendur þakka ég náttúrulega fyrir að hlusta og horfa og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út. Framundan er helgadagskráin hérna á Samstöðinni, það verður úrval vikunar hérna eftir og á morgun í hádeginu kl. 12:40 verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils. Hvetja ykkur til að fylgjast með því, en annars segi ég bara góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.